Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi vetur í kosningabaráttu. Hérna aftast í þættinum að þá mun hann Sigurður Magnús Egilsson tala við Davíð Þór Jónsson sem er frambjóðandi í kosningunum. Þannig ég komin aftur inn á skjáin, reiknaði með. Herðu, en þannig þeir alltaf tala saman fyrirarnir og síðan verður líka með svona yfirferð yfir húsnæðismál sem að margir telja að verði aðal kosningamáli. Þeir koma hinga tveir þingmenn, Björn Leví Gunnarsson sem er þingmaður Pírata og Ágúst Bjarni Garðarsson sem er þingmaður Framsóknarflokksins og hefur svolítið látið sér húsnæðismál varða. Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður Leigjendasamtakanna, hann er í framboði fyrir sósíalista og þeir ætla að ræða við Ingva Ómar Sigvarðsson sem er frá Leigjendasamtökunum en það og Oddný Eir Ævarsdóttir sem að stýri þessu samtali. Svo mun María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp fara eins og hún gerir oft, fara út í bæ og ræða við almenning fréttir dagsins sem eru kannski vaxtalækkun, 0,5% vaxtalækkun, kannski þykir engum það stórt. En við höfum byrjað alveg frá því að Bjarni sprengdi ríkisstjórnina, þá höfum við byrjað alla þætti Rauðaborðsins hér í beinni útsendingu við að ræða við fólk, köllum hingað til fólk til þess að ræða svona stöðunni í pólitíkinni og komandi kosningar og það er þannig í kvöld líka og hingað kominn Gísli Tryggvason lögmaður sem er að fá sér sopa teinu og Sunna Sæmundsdóttir sem er fréttakona á Stöð 2. Alli Þór Fandal sem einu sinni var blaðamaður, hún langt síðan það var rýmsum svona kynningamálum og það er rétt ókomin Kristín Eiríksdóttir skáld sem ætlar að taka þátt í þessum samtali með okkur. Ég var einu sinni blaðamaður líka. Já, þú varst blaðamaður líka. Þannig þetta er allt saman blaðamenn. Já. Það er þannig. Það var nú hluti af svona þroskaleið fólks í Kanada að vera vinna sem blaðamenn í smá stund allavega. Já. Og þá var það valdita enginn sem ævistarf. Þetta voru bara nokkrir sem ílengdust á einhverjum ástæðum. Náðu ekki að fara út úr þessu. Þeir eru blaðamannastéttin. Það er sagt sko. Menningablaði Heimildina núna var leiðarinn það hvort þetta ætti að vera þegnskylda að vinna á ritstjórn í smá tíma. Nú, hver var það Auður Jónsdóttir að stíka því? Var einhvern veginn henni líkt. Herðu, þetta sumir segja þessi stutt kosningabaráttu en það sem mér finnst eiginlega merkilegt við hana annars er það hvað fylgið er rókjant. Mér finnst það merkilegt. Ég hef ekki séð svona áður. En svo finnst mér líka bara allt fullt af skandölum í þessari kosningabaráttu. Það ekki? Jón Gunnarsson, búvörulögin. Já, það hefur ekki vantað. Og við vorum nú á Vísi að greina frá enninu mögulega skandalnum núna rétt í þessu. Sigmundur Davíð. Ekki eru skandalar kringum hann. Allt þessu vant. En hann það var einhver fundur í verkmenntaskólanum á Akureyri og þar sitja fulltrúaflokkana fyrir svörum og meðal annars fulltrúa miðflokknum og fær eitthvað spurning klausturmálið og svara því að mér skils bara ágætlega en eftir það þá mætir Sigmundur í hús og ég veit ekki alveg hvað hann gekk til en virðist allavega eitthvað ósáttur og fyrir að króta á veggspjöld í VFMA og húfur og exar yfir flokk fólksins og gerir einhverja horn á framsóknarmenn og ákveðin veggspjöld sem var frá flokkonum Já, á framsóknarveggspjöld með svona skemmdaverk krótar á Þórarin Inga og Ingibjörgu Ísaksen Teknar skegg á fólkið Já, skegg Ég gerði það þegar ég var svona 5 ára var á mokkan og teknar skegg á alla Gerðu það ekki? Jú, ég sé það nú bara gert ekki 5 ára ég hef svona skilning á Sigmundi Já, en 5 ára ég var náttúrulega ekki í framboði Þetta er áhugavert í það minnsta Hvað segir þið? Er þetta ekki þú nú sérfræðingur varst sérfræðingur í spillingu í skandölum framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi Ég er enda sammálaði þetta er svona það er nóga skandölum kannski er það hluti af hraðanum mér til dæmis finnst svolítið merkilegt hvað kosningabaráttan gengur svona klaufalega mjög víða Samfylkingin búin að einhvern veginn fara í gegnum svona furðuleg og klaufaleg mál og ég var nú bara rétt að ná að lesa þetta með hann Sigmund Davíð það er mjög klaufalegt og astanlegt og
en kannski þetta bara hraðinn, þú veist að flokkar á Íslandi eru ekki, þeir eru svolítið tómir, þú veist, flest þeir hafa ekki mjög sterka innviði og svo kemur þessi óbásli hraði og það bara að setja saman lista og keyra gegn stefnumálin og svona að menn hafa kannski þurft að hlaupa og á meðan þeir eru byrjar að hlaupa svolítið ákveða hvert alltaf að fara. Það sem er skrítið að þú tala hraðan, að í kvöld að þá var Sjálfstæðisflokkurinn að kynna kosningastefnu sína, sem er líklega sá flokkur sem ætti að hafa stærstu maskínuna og að valdi sjálfur tímann. Við sósíalistar töldum okkur vera svona með seinni skipunum, við vorum að kynna þetta í gær og þá var verið að skamma VG fyrir að hafa kynnt þetta helgina, en Sjálfstæðisflokkurinn bara náðu þessu bara núna rétt áðan í Garðabæ. Og það eru 10 dagar til kosninga. Þetta bendir til þess að vélarnar sé ekki eins vel smurðar og maður er vanur til frá í Danmörku, en þar þykja 21-2 dagar bara fínt og normalt. Ég vil þó að þar gangi menn enn lengra en hér í að forsætisráðherra velji bara tíma sem að forsætisráðherra hendar, eins og Bjarni gerði kannski að vissu leyti núna. Já, en það var samt einhverjar, hvað var þetta, 6 vikur eða sem voru gefnar í þetta? En svo er þetta kannski líka taktika einhver leiti, nú er Samfylkingin til dæmis löngu búin að birta sitt plan og allir búin að vera að hjóla í það síðustu vikur. Samt ekki, því ég held að þetta sé bara kannski mestalagi rúmlega helmingurinn af plönunum sem við ætluðu að fara. Þetta eru eitthvað orkumál, þetta er eitthvað efnaðasmál og eitthvað húsnæðismál og eitthvað heilbrigðismál. En vantar ekki eitthvað svona möndu ætla það? Það er náttúrulega kannski menntamál og það er nú svona umhverfismál, það er vottur af svona nýsköpunarstefnu í atvinnumálunum, en jú. En er ekki þetta með Sjálfstæðisflokkinn bara, það sést náttúrulega langar leiðir að það er ekki góð stemming í Sjálfstæðisflokknum, það er leiðilegt, það er eiginlega aldrei neina fréttir að vinnur að starfi þarna nema bara hvað sé eitthvað leiðilegt og einhverju séu fúlir. Hver er að hafa þær fréttir verið? Það var náttúrulega einhver ergjelsi með val á lista og síðan það þeir eru eitthvað klofna kosningabaráttu í Reykjavík? Já, ég kannski meira að tala um áður en að kosningabaráttu byrjaði, það var svo augljóst að þú veist að menn voru ekkit rosalega svona hressir með fundina og stuð upp í Valhöll. Það hefur orðið eitthvað svona atgerðisflótti mjög svona áberandi, gengur örugglega ekki mjög vel að fá nýtt fólk inn. Nú hellinga Sjálfstæðisfólki í frambúði fyrir aðra flokka. Já, ég meina kannski það styrkur flokksins, ég veit ekki, en svona almennt held ég að telast til veikleika. Ég veit að fyndi í einhverju spjalli við Bjarna, þá var hann spurður út í þetta Viðreisn og Miðflokkurinn með hellinga Sjálfstæðisfólki sem eru á lista. Og þá sagði hann eitthvað að þetta er nú fólk sem hefur ekki fengið framgang hjá okkur. Og ég hugsaði, er þá ekki eitthvað gallað við það hvernig valið á listan, því að Miðflokkurinn og Viðreisn voru þá, þegar þetta var sagt samanlagt með 30%, en Sjálfstæðisflokkurinn bara með 13%. Þannig að þeir hættu kannski frekar að taka þá á lista sem að þeir vilja ekki hafa. Það skila meiri árangri. Það er náttúrulega ekki mikil enduníun að listum hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég meina, þetta eru náttúrulega svona upp til hópa kannski svolítið atvinnupólitíkusar sem að láta ekki eftir sín sæti. Við vorum með enduníun í norðvestri og norðaustri. Þá komu 9 odditar. Já, en einmitt að því maður sá svona þvert yfir línuna að fólk var að draga inn, það er náttúrulega Jens Garðar einmitt hjá Sjálfstæðisflokknum sem kannski svona þekktasta nýja andlitið, þurfum við Jón Pétur Simsen einhvers þar annað neðar. Hann er í 3. sæti, ég held að flokkurinn þarf að ná, ég held að bara 24% til þess að hann eigi séns á að vera þingmaður. Já, einmitt, en þetta var ekki alveg sama, maður var ekki að sjá svona sömu þróuna hjá þeim að vera að fá eitthvað svona nýtt og ferskt og eins og maður sá hjá Viðreisn bara með Jón Gunnar og Grímur Grímsson og náttúrulega Alma og Víðir og eitthvað svona sem að bjóð til hæp eitthvað í kringum flokkana og svona minnum það hjá sjálfum. Hvernig finnst ykkur að það gengið? Það er kannski ekkert gaman að tala um fólk. Hvernig finnst ykkur gengið hjá til dæmis Ölmu og Víði og svo var náttúrulega hún Halla Hrund, er svona svipuð tegund. Ekkert sérstaklega, ég held að það er nefnilega svo flókið að skiptum gír og vera pólitíkus, það er rosalega flókið skipting. Þetta er hægt og mjög frambærlegt embættisfólk allt saman, en ég er ekkert viss að þau blómstri með sama hætti í svona hlutverki stjórnmálafólks, Ég held að það taki tíma að ná bara taktinum. Ég hugsaði því að Hafdís Hrund kom því að hún var eiginlega fulltrúi Framsóknar svona í upphafi kosningabaráttunnar. Og því ég hafði tekið viðtalið þess að forsetaframbjóðanda. Svo kom hann og var bara meðal stjórnmálafólks
þá sá maður alveg bara hvernig maður spurði. Það var svona byttu, þetta alltaf annar spyrill sem hafði áður verið. Þannig að þetta er flókið að svissa allt í einu yfir, sko. Allt í einu ertu spurður eins og þú sért ekki alveg velkomin einhvern veginn. Það er þannig. Já, ég myndi það að svara fyrir hvað Framsóknarflokkurinn gerði síðan 7 ár. Já, maður sá líka alveg fyrst þú talaði kannski ekki alveg á línu, mætti Silfrið og var kannski ekki alveg á línu Framsóknar í húsnæðismálum og eitthvað svona, eins og var ekki alveg búið að hafa tíma til að taka stefnuna með henni, sko, flokksförin. Því hún var sett svo framalega, sko, hún var eiginlega látin svara fyrir Framsóknarflokkinn svona fyrstu 10 dagana og hún náttúrulega bara þekkti það ekki, sko. Já, farið minna fyrir henni núna. Já. Kannski að því hún náttúrulega út í kjördæminu, þetta er stórt kjördæmi. Kannski líka svolítið einkenni þessar kosningabaráttu, sko, að því hún gerist með þeim hætti sem það búið til kosninga með þessum hætti, þá eru þessi ofbástlegu svona mannaskipti eins og væri bara svona kaup á leikmönnum og svo einmitt kannski svona slengist fólk jafnvel bara efst í oddvitasætin og hefur þá þetta bara ekki fengið sko þetta uppeldi innan flokkana og ég meina það var svona dæmi á miðflokknum líka sem að Sigríður Andersen svaraði eitthvað spurningalista í andstöðu við stefnuflokksins. Ég held að það búið að vera svolítið mikið af þessu, sko. Já, hún kemur náttúrulega úr nýfrjálshyggju armi Sjálfstæðisflokksins og ég held þetta hafi verið spurningum innflutning á matvælum. Áttaði sig ekki á því að sko, miðflokkurinn hefur tekið yfir víða svona bænda og landsbyggðararm Framsóknarflokksins sem hefur mér komið óvart þegar ég er út í þessum landsbyggðarkjördæmum að þar talar fólk að það hefur alla séð Framsóknarmann en miðflokkurinn að ef það er sko, hvað heitir þetta, fjárskila fundur í einhverjum hreppi að þá er bara Sigmundur Davíð mættur. Ekki kannski til að króta og spjöld bara til að drekka kaffi. Kristín Eiríks er komin hingað, þetta er velkomin. Við erum nú bara að tala svona kosningabaráttuna. Svona, við vorum svolítið að tala þetta fólk sem er að koma og embættisfólki sem er að koma inn á pólitíska sviðið, hvort það sé flókið að skipta gír. Já. En það eru skandalar sem hafa verið í þessari kosningabaráttu. Það er eitt skandal sem er náttúrulega það að Alþingi hafi samið lög sem stangast á við stjórnarskrá en náttúrulega huge eins og hvað myndir segja. Já, ég var nú einmitt stattur með syni mínum á hvað er þetta kynningafundi hjá Viðreisn þar sem hann var að kynna sér bara stefnumál flokkana og þá heyrði ég einhvern í herberginu bara kalla að það væri komið frétt þetta og það kom ekki óvart sko og ég hef mitt giskað á hver röksendafærslan væri og það er semst byggt á 2 fordæmum frá 1950 og 1997 þar sem að lög höfðu ekki orðið til á stjórnskipulegan hátt eins og það er orðað prentvilla semst leiði til þess að lög er ekki samþykkt með 3 umræðum. Þannig er vísu ekki að ræða prentvillu heldur bara gjörbreytingu á frumvarpi sem var nú kannski allt í lagi eða allavega skynsamlegra eins og það var unnið í matvælaráðuneytinu. Svo tekur þingnefndin upp á því eins og hún hefur stundum gert í stórum málum að bara gjörbreyta því og komi nýtt mál. Þetta gerist líka í mikilvægu máli sem að fjallar hópmálsókn. Það var frækt í þessu tilfelli að sko breytingin var samin af lögfræðingi. Já, fyrir utan þann skandal að leyfa það eins og hefur gerst í gegnum söguna að þá er þetta svakaleg mistök og lögfræðingar Alþingis eiga að hafa varað við því að þetta verður ekki skynsamlegt en ekki sagt þetta stæðist ekki stjórnarskrána en samt blasir þetta við þegar maður lesi þessi fordæmi að þetta er allavega nærtæk niðurstaða. Hvað fannst þér álit lögfræðingarnir í þinginu? Sem að segja leifaði meila að fara með þetta. Já, það sem ég heyrði vitna til, ég sá nú ekki frumtekstan sko, að það fannst mér ekki traustvekjandi. En það sem ég pínlítlar áhyggjur af er að nú er varnaraðildi í þessu máli háttað þannig að samkeppniseftirlitið sem er augljóslega hlynnt niðurstöðu dómsins og var andvígt þessum fáránlegu lögum, að það er að verjast. Og þetta er svona dálítið óheppilegt dæmi það sem gerist ekki oft að sá sem er að verjast, hann er ekkert að verjast af alvöru. Og nú þarf samkeppniseftirlitið sennilega að ákveða hvort að áfrýja dóminum og hvort að fer beint til Hæstaréttar eða til Landsréttar og
mér finnst eiginlega ómögulegt annað en að þessu verði áfrýjað til þess að fá fordæmi, en líka bara til þess að forðast ásakanum það að samkeppniseftirliti hafi ekki tekið til fullra varna í málinu. Heldur að það hafi raunverulega skipt máli í þessu máli, að vörnin hafi ekki verið? Nei, ég held nú reyndir ekki. Ég held að þegar lögmenn fá það verkefni að verjast, að þá sko vita lögmenn allavega að þeir verjast af krafti. Ég vil þó séu ekki samfærður málstæðin sem oft kemur fyrir. En bara sá grunur að samkeppniseftirliti hafi eiginlega verið með í þessu og ákveði að vilja áfrýja ekki, þann er óbærilegur. Þannig að ég trúi því að sá ráðherra sem samkeppniseftirliti heyrir undir bara krefist þess að þessu verið áfrýjað, þó ekki væri nema fordæmisins vegna, og þá dregst niðurstaðan enn. Þetta var í vor og Haukur Arþórsson hafði gefið út bók sem að heitir eitthvað eigin lög, eitthvað eitt orðið uppátt. Mín eigin lög. Og það sem hann er að gagnrýna ýmislegt í Alþingi, og meðal annars þetta, að þegar verður mikil breyting á milli umræðuna, að þá fari mál í gegn án þess að fá raunverulega 3 umræður. Og ég var bara að ræða við þetta og við vorum svona velta fyrir hvernig þetta getur gerst. Þetta var sama daginn og það var verið að samþykkja lögin með þessum hættinir á þingi. Þannig að þegar ég kom heim og var búin að hlusta á svona fréttirnar, þá hringdi ég Hauk og býttu þetta var bara, þú sagðir þetta fyrir daginn. Því við vissum ekki af þessu sko, að því þetta rann í gegnum þingið á okkur. Þannig að það er ekki bara að það var búið að vara fólk við þinginu að efnisatriði málsins, að þetta myndi leiða til verðhækkunar sem það gerði. Og þetta myndi leiða til þess að KS færi bara að kaupa upp fyrirtæki sem það gerði og fólk myndi missa vinnuna sem það gerði. Þetta var líka búið að vara þau við því að þessi aðferð að setja lög að hún myndi ekki standast. Og svo er svo margt í þessu, það er bæði þetta sem þú nefnir að lögfræðingur hagsmunasamtaka semur textan, formaður atvinnuveganefndar er allavega í aðra við að vera vanhæfur ef að slíka reglur myndir gilda aftur hluti í þessu félagi sem að gáðast vildi eignast. Ef að slíka reglur gildu þingmenn þá væri hann vanhæfur sko, en það gildar endur ekki beint þingmenn en þetta lítur allt mjög óheppilega út og er eiginlega bara kórónan á 7 ára svona, svolítið skandala vesinni. Ég meina landsréttamálið til dæmis er stór skandal sem að mér finnst ekki hafa verið gerður almennilega upp. Bara eitt dæmi sko. Það sem að Sigríður Andersen fór gegn tillögum hverjir ættu að vera dómarar og skipaði fólk eftir eigin höfði, meðal annars eiginkonu Brynjars Níelssonar, svo maður bara bendi á að það eru sko pólitískt tengsl í því og síðan var það dæmt ólöglegar, eða ekki? Jú. Stöðuveitingar eða hvað það kallast. Það var náttúrulega stórt hneyksli. Við erum líka með Íslandsbankasöluna sem enda með því að Bjarni þarf að segja af sér eftir að það fengið sko úrskurð. Þannig að þetta er búið að vera svona skandalastjórn. Það er eitt sem að ég var aðeins að velta fyrir mig í dag sko, varandi þetta með lögfræðinga þingsins og þetta er þá vantarlega lagarskrifstofa þingsins sem að hefur verið látið fara yfir þetta eða hvað var það ekki? Þetta minnisblað frá þeim að hugsanlega er þetta nú hluti líka sko af stærra vandamáli. Það er oft ekki mjög mikil þolinmæði fyrir sko gagnrýni eða svona faglegri gagnrýni. Ég meina við finnum það að akademían á oft undirhögg að sækja og lögfræðingar að vissulega þetta panta lagálit hjá lögfræðingum en margir er að reyna nú samt að vinna vel og svona og þetta hefur auðvitað sko þetta hefur auðvitað svona meiri áhrif á löggjáðan sko því hann hefur ekki þessu ofsalegu rísosa til greiningagetu, hann er með lagaskrifstofu og meðan framkvæmdarvaldi getur alveg bara keypt heilu greiningarnar, þannig að ég velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski hluti bara af stærra vandamáli að kannski bara velunni umhverfið ekki það að menn sé að reyna að verja hagsmuni þingsins með því að benda á hið augljósa af því að það er svo oft í svona málum sem að mér finnst sko fólk bara almenningur vera búin að sjá mjög hratt svona grófu línurnar í þessu en sko kerfið eða lög þá stjórnsýsla þingsins eða stjórnsýsla ráðuneytanna og svo þögn kannski akademíunum því að það er náttúrulega komið fram að það sé svona ákveðin hræðsla við að taka þátt í opinberri umræðu
að mér finnst þetta líka vera hluta því, þarna kemur sko hvað það dýrt fyrir okkur að það sé ekki í raun og raun meira virði bara lagt í það að menn sko sinni faglegu skyldu og segi bara að sjálfsögðu, þú veist, þetta ekki hægt. Checks and balances, eins og í Bandaríkjunum hefur nú yfirleitt virkað vel í gegnum 250 ár. Þetta rauði þráðurinn í því sem að stjórnlagaráð, það sem ég satt, var að reyna að koma á, það var checks and balances. Þannig að væri ekki bara 1 flokksfóringi eða 2 flokksfóringi sem gætu ákveðið eins og innrás í, eða hvað er það, stuðning við innrás í Írak. Þetta vantar í íslenskt bæði stjórnkerfi, stjórnarskrá og stjórnmálahefð. Já, hvað segir þið, Kristín og Sunna? Búvörulög, það bara lokasteyrun á fólki? Það er stundu þannig. Búvörulög, já. Þetta er ekki áhugavert orð í sjálfu sér. En það máli náttúrulega, þetta er mjög juicy mál og stala bara neytendur. Þetta er bara neitt máli svona sem að hvers eigum við að gelda, sko. Svona sérhagsmunir teknir fram yfir almannahag. Ég vil kannski vera fullur sem minnst það, en ég meina þetta lítur ekki vel út og endanum það neytendur sem að borga fyrir þetta. Og bændur, segja mér núna. Bændur. Þannig að það er bara framleiðanda milliliðurinn sem að græðir á þessari óhæfu. Veikur vald þeirra og máttu við alla við því að bændur eru náttúrulega meira og minna undir hælnum á þeim. Já, einmitt, þegar maður telur þetta allt til að þá svona undrar maður sér svolítið á þessu fylgi sem að þó mælist hjá þessum stjórnarflokkum, finnst manni. Svona, já. Það er nú ekki mikið. Nei, það er þó eitthvað, sko. Þeir eru samanlagt með 25, þeir fengur 54, þeir eru búin að missa 30% stygg frá sér, sem held ég Íslandsmet, ef það yrði. Og gott ef ekki bara Evrópumett. Kannski eru kjósendur einmitt loksins að refsa stjórnarflokkunum og ég held að það sé meðalans að því að nú hafa hægri menn loksins einhvern valkost í fyrsta skipti í mínu minni allavega hafa hægri menn 2, 3, 4 flokka að velja. Þeir þurfi ekki alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkin eins og í áratugi. Já, ég held að ég man að þegar Bjarni var að sprengja ríkisstjórnina og svona, já, það voru kosningar að þá við erum eins og við vitið, við erum alltaf ræðið við fólk og þá var svona, já, VG þeir munu bara rétt úr kútnum og Framsóknarflokkurum rétt úr kútnum og Sjálfstæðisflokkurum rétt úr kútnum og ég man að ég var með eitthvað fyndið í einum umræðunum hvað haldið að séu 130% atkvæða í boði eða eitthvað því að það voru allir rétt úr kútnum einhvern veginn. Og þá fannst mér að vera svona ríkjandi svona hugmynd að kannski að kjósendur myndi rata á sinn bás eða ég veit ekki hvernig fólk sér þetta. En það hefur bara ákvarðat ekki gerst, sko. Framsóknarflokkurinn liggur þarna bara, VG bara liggur þarna og Sjálfstæðisflokkurinn bara liggur ekki þarna. Þetta reyna bara að minnka á milli vikna. Já, það er eitthvað breytilegt á milli kannana fyrirtæki þar sem með Sjálfstæðisflokkin, maður hefur séð á eitthvað í 13-17% eitthvað núna bara síðustu vikuna. Gallup með á hæðst, sko, en Gallup alltaf með aftur á baki tíman og þessi könnun sem kom mánaðamótin, hún var svolítið villandi, sko. Já, það var eitthvað 2 vikna, já, einmitt. En ég veit það ekki, mér finnst það einhvern veginn ólíklegt að Sjálfstæðisflokkurinn endi með eitthvað 13%. Maður myndi svona ætla að séu margir sjálfstæðismenn sem einmitt hafa leitað til miðflokksins eða Viðreisnar vegna óánægju með hitt og þetta í málamiðlunum við VG að þeir uppi staðið munir standa með sínu flokki þannig að það kemur verulega óvart ef þetta verður niðurstaðan en aftur á móti sko einmitt þetta er náttúrulega mjög spennandi að því ég hugsa og það sem mér finnst líklegt að gerist mögulega að stóru flokkanir eins og Samfylkingin og Viðreisn sem að sér svona kannski einhver er í meðbyr eða Viðreisn er í meðbyr Samfylkingin eða ekki, hún að missa flugið. Nei, nú eru bara 10 dagar í kosningar og ég veit ekki og þeir sem eru kannski ekki gallharðir VG, menn, píratar, sósíalistar að þeir muni kannski frekar fara á Samfylkinguna til dæmis til þess að það sé eitthvað valkosti við hægristjórnina sem að geta annars stemt í taktíska kosningu, sko. Samfylkingin getur nú bara mynda hægristjórn eins og gerði 2007 og 1991 og
1959 og 1963 og 1967 og 1987. Já, en ég veit ekki bara þegar maður sér 3 flokka þarna sem að berjast við að ná inn á þing, ég veit ekki, ég held að sé kannski alveg einhverju sem munu veigra sig við að greiði þeim atkvæði. Já, en þá fara þeir ekki verið á samfylkinguna. Þeir sem að hugsa þessa 3 flokka sem þú nefndir, þeir fara á þann sem er líklegast og það held ég að verið sósíalistar. Ég held að VG sem ekki beint hluti af elitunni þar, VG kjósendur fari yfir á sósíalista. Og jafnvel þeir sem hefðu kosið Pírata muni fari yfir á sósíalista ef að Píratar eru tæpir. Það getur orðið svona, ef það hvað heitir þetta, kjósa taktískt á milli þessar flokka og þá skiptir máli líklega hverjir af þessum 3 flokkum verða efstir í mæningu, Gallup og Maskínu núna í vikulok. Já, þetta eru kjósendum í svo fersku minni að því við erum nýbúin að fara gegnum forsetakosningar þar sem þetta, maður sá þessa mynd teiknast upp, Þannig að, já, það kemur ekki óvart ef staðan breytir svolítið þarna einmitt. En Óli Harðar, hann andmælur sér alltaf, segir að það hafi aldrei verið kosið taktískt í þingkosningum, segir hann, og búin að vera að skoða úrslit þingkosninga svolítið. Hann segir að fólk standi bara með sinni skoðun. Ég veit það ekki. Munið þið hvernig það var, til dæmis Björt framtíð, hvernig hún var þegar hún kom inn í kosningabaráttunni. Ég held hún hafi bara verið með 1,3% og enda bara þar einhvers staðar. Það var ekkert svona, VG er búin að vera fyrir utan þing síðan í vor, Já, viðvarandi ástand hjá þeim sem að lítur að vera mjög mikið áhyggjuefni. Hvað voru sósíalistar langt frá markinu síðast? 4,1. Bara örfá prósentstig. Og ég með Píratana að það er rókgjörnasti kjósendahópurinn. Ég sagði við eitthvað Pírata sem ég hitti fyrir í gær, eða fyrir þetta. Sagði við hann að ég myndi halda Píratana þess að mæla með 7% til þess að ná inn á þing, Því að þeir eru svona flokkur sem alltaf missir, Já. Það er alltaf, vestu vonbrigðin er alltaf kosningavaka Pírata, það gæti samt verið, ég myndi að velta þessu fyrir mig, að því að skekkjumörkin eru alltaf svona kringu 3%, gæti samt verið að það hafi áhrif að kjósendahópur Pírata er búin að eldast svo mikið. Þannig að það sé ekki sama skekkja og hafi verið áður. Það verður spennandi, við sjáum nýjar kannanir á morgun. Eru þið ekki með kannanir á morgun? Jú, Maskína kemur á morgun. Já. Síðast kom það í hádeginu, þannig getur bara verið í hádeginu. Kannski bara verið að reikna út könnun, þannig að allt sem við segjum hér er ómark. Akkurat. Nefn að þú sett búin að kíkja. Ég er ekki með, fæ þetta á morgun. Maður býður bara spenntir. Það verður spennandi að sjá og svo kemur líklega Gallup á föstudaginn. Já, Gallup prósent á föstudögum. Prósent alltaf klukkan 2 í þætti Stefáns Einars. Prósent það fyrir Moggan og Maskína fyrir Vísi? Ekkert fyrir okkur en við erum í samstarfi við Maskínu og Moggin er í samstarfi við Prósent og Rúfi Gallup. Fyrstu birtingu. Já, þegar að fyrirtækin eru búin að selja flokkonum sem er að fara á taugum og kaupa þetta villi vekk, að þá birta þetta svo í fjölmiðlunum. Mér finnst þetta Gallup hafa byrt mjög lítið, það gengur mjög vel að selja. Þurfi ekki að byrta. En þetta með hvort að almenningur refsi flokkonum, þá það, við virðumst vera að horfa á það að þetta er meira í könnunum núna, bara mun meira heldur en var 2013, þar sem að Samfylkingin og VG mistu held í 18 þingmenn. Við höfum séð kannanir þar sem að samanlagt tap þessara flokka eru 24 eða 25 þingmenn. Framsóknarflokkur með 3, kannski 4 þingmenn menn á þingi. Ert þú ekki með Framsóknarættum? Jú, ég er að Framsóknarættum og var Framsóknarmaður í 15 ár. Þetta er eitthvað allt annað heldur en að... Já, hann toppaði svo sem alltaf á réttum tíma, sögðu menn, En þannig ég vona nú að Framsókn haldist inni, svo ég minn að segja það. Þegar ég kjósið það ekki. Það er spennandi að segja hvort Sigurður Ingi haldist inni nú þegar hann að taka eftir oddvitasætið. Já, það verið missir á honum til dæmis. Það er mjög spennandi. Suðurkjördæmi er sterkt kjördæmi á þeim, þannig að það er kannski nóg að Framsókn fara upp í svona 9% á landsvísu til þess að hann ná inn. En ég held að þurfa að fara vel yfir 11% til þess að Lilja og Ásmundur Einar haldist inni. Þannig að þau eru mjög langt frá því í dag. Af því að þeir eru með svo hlutastlega minna þingi, þetta er mælið með 2% fylgi í Reykjavík. Ég reyndar hélt að VG myndi ná sér einhvern veginn eitthvað svona varnarsigur og hafði eiginlega meiri á að gera Framsókn.
og nú svona undanfæri hefur maður séð það hvað það var alveg fáránlega heimskuleg sín á þetta því að Framsókn eru sko, auðvitað er þetta engin draumastaði á þeim sko en ég held að það sem að þeir búi við hvernig sko Sjálfstæðisflokkurinn og VG voru svo miklu gerendur í að sprengja þessa ríkisstjórn og ég veit að vildi allir losna við þessa ríkisstjórn en ég held samt sko að stjórnarflokkarnir hafi einhvern veginn aldrei sýnt í nægilega skilning að fólk vildi bara losna út úr þessu kaosi þú veist og ég held að grunnur Framsóknar núna sem að vissulega ekki góður en betri en til dæmis VG byggir svolítið á því að bara í 2 daga þá virkuðu þau bara svona eins og eina fullorðna fólki í herberginu þú veist og Hverjir? Framsókn af þessum 3 flokkum sko svo sem ekki hár mælkvarði en það hefur komið mér á óvart efst í Tossabæk eins og sagt já, það hefur komið mér á óvart sko hvað bara VG nær engu en svona kannski þú veist meikar það alveg sens því að ég meina þetta er bara ekki alveg trúverðugt þetta að þau ætla að vera einhvern veginn mest vinstri sinnuð bara í heimi nú þegar þau eru að þurrkast út þetta bara kosningabaráttan heldur ekki vinstri kosningabaráttan þessi umhverfisflokkur og kvenfrelsisflokkur já og það ég bara þú veist ég einhvern veginn ég veit ekki ég held þetta bara þau eru bara ekki trust agent þú veist vegna þess að þau voru í ríkisstjórn þetta langan tíma og sko þau bara einhvern veginn horfðu þau voru bara ég held að fólk í þessum 3 stjórnarflokkum haldi að óvinsaldir ríkisstjórnarinnar sé vegna þess að þau hafi farið oflant til hægri eða oflant til vinstri eða ekki nóg mikið í miðju en ég held að þessar óvinsaldir og þessar sko bara þetta Íslandsmeti óvinsaldum sé vegna þess að fólk sem að þarf að stríta svolítið í lífinu það getur bara ekki það hefur bara ekki þolinmæði á að horfa upp á fólk í svona mikilli ábyrgðarstöðu bara að koma fram við þetta eins og þetta sé bara þú veist eitthvað skólafélag sko og ég held og þess vegna held ég sko að Framsókn svona standi sig aðeins betur heldur VG það bara hafa þennan grunn að hafa ekki tekið þátt í sprengingunni en svo þú veist Sjálfstæðisflokkurinn það náttúrulega hún ótrúlega tryggðin þar sko þannig að þetta eru stór tíðindi hvaðan dalar hratt en ég held mig við það ég held að vandi Sjálfstæðismann sé bara að það sé ógeðslega leiðilegt upp í Valhöll sko. En ég spáði því eins og Atli Þór kannski farin að hallast að VG komist ekki inn og ég held að það sé bara meðal hans af því að þeir eru meðsekir í búvöruhneykslinu núna og einir sekir í hvalveiðihneykslinu hvað sem ennum finnst hvali þá er þetta náttúrulega svakalegt brota á öllum málsmeðferðarreglum að loka fyrir svona atvinnuveg daginn áður en að fara að veiða held ég fyrir utan það að það náttúrulega ekki ákveða svona með reglugjörð það ákveða svona með lögum Já, maður hefði nú haldið að þetta talaði beint einmitt inn í hópin hjá VG hjá Svandísi hennar framganga í þessu máli sko. Hvað haldið að sé stór hluti landsmanna sem að lætur hvalveiðar stjórna atkvæði sínu í þingkosningum færri en sem að láta máleflega og góða stjórnsýslu skipta máli Ég myndi og líka hverju líkunar á því að þú kýst VG núna að þessi flokkur muni stoppa hvalveiðar Já, ég veit líka bara ekki hversu skynsalegt það var hjá þeim ef mitt að taka ekki sæti í þessari ríkisstjórn ég veit að þau vísi í að sé eitthvað traust sem er ekki til staða lengur en ég veit ekki þegar þetta er búið að vera láta sig hafa þetta Já, búin að láta sig líka hafa þetta í 7 ár einhvern veginn, svo er það nokkra vikur og maður sér þau missa mál niður sem að einmitt hvalveiðarnar sem að þau voru búin að standa alveg bara standa mjög sterk í saman hvað manni finnst hvað var gert missa það niður á lokametrunum sko þannig að ég veit ekki hvort þetta hafi verið skynsalegt. Þetta var eina sem að þau gerði sem ég var mjög ánægð með. Það hvalveiðimál. Og mér finnst alveg að við bara hefum mátt standa betur með Svandísi í því sko. Vegna þess að þetta er akkurat það sem að kjósendur Vinstri grænna vilja að þau sé að gera sem er að beita sér fyrir náttúruna. Það er ekkert sem afsakar hvalveiðar. Það er alveg svartkvítt sko. Það verður ekki bara að leggja fram frumvarp sem bannar hvalveiðar? Jú, ég meina bara algjörlega. Það hefði ekki farið gegnum þingið, sko. Það var ekki vel að þessu staðið, en ég er ekki, þeirra kjósandi, þannig að ég er ekkert að, en ég líka bara svona, út af því að
þú veist, það er búið að vera rosalega áhugavert finnst mér í þessari kosningabaráttu að fylgjast með sko þessu svona, það eru þessi 3 flokkar sem eru einhvern veginn að berjast fyrir lífi sínu og það er náttúrulega bara rosalega mikið undir hjá þeim og þessar aðferðir sem þau beita og það segir líka mikið þeirra, þú veist, eins og ég segi, ég er ekki kjósandi þeirra en þú veist, ég er samt sammála mjög mörgu hjá Vinstri grænum og þau hafa verið að valda mér mestum vonbrigðum. Þú veist, ég er svo ósammála Sjálfstæðisflokknum og Framsókn að það tala lítið við mig tilfinningalega. Það er ekki að svíkja umboð sitt á sama mæli. Nei, ég veit alveg hvað þeir gera. Þess vegna kýs ég það aldrei. En Vinstri grænir aftur á móti, þeir eru einhvern veginn búin að vera svona, já, þetta er miklu sárara. Og þeir einhvern veginn eru svona að reyna að sannfæra okkur að þeir séu samt þeir, þó þeir séu búin að vera einhvern veginn eins og einhverju aðrir allan annan tíma. Og svo finnst mér hitt einhvern veginn eiginlega út af þú veist, þú vildir tala hneyksli, að þá finnst mér rosalega búið að vera mjög klikkað að fylgjast með valdamesta manni landsins til margra ára, Bjarna Ben, sem sagt vera að dylgja hælisleitendur til þess að reyna að kveiki upp einhvern ótta hjá fólki til þess að fiska atkvæði. Þetta er svo grimm örvænting, þið vitið, þetta er svo ofboðslega siðlaust að gera þetta. Blöndun menningarheimana eða? Já, til dæmis og bara og ég var bara að horfa á júní 2023. Já, hann er búin að vera að þessu núna í svolítinn tíma. Og svo áramótin þegar hann blöskraði mót með þess hjálpar hróp palestínumanna fjölskyldusamningar á Austurvelli. Og bara í forystusætinu á RÚV núna og það er enginn sem einhvern veginn segir neitt, þetta er bara látið viðgangast og það er þessi þessi forréttinda pési sem situr þarna. Að hann skulle leyfa sér að tala svona fólk sem búið að sprengja ofanaf, drepa börnin þeirra og reka þau á flótta að hann sko dylgi, mér finnst það svo ljótt. Og mér finnst rosa skrítið að það sé ekki verið að segja eitthvað út á það. Aftur á móti fór alveg endalaust púður í að tala um einhverjar eldgamlar bloggfærslur sem skipta engu máli. Já, en við erum einhvern veginn að horfa á... En af hverju segir það skipta engu máli? Það var nú frétt kvöldsins hjá RÚV að ofbeldi gegn konum hefur aukist á heimsvísu og það er rakið til sko, eitraðs andrúmslofts og eitraðra kallmennsku og slíks. Já, en það eru menn sem eru... Já, en það eru menn sem eru með sko, mjög mikið, mælast með mjög mikið fylgi sem að vilja taka ákvörðunarrétt kvenna yfir líkama sínum einhvern veginn í einhverjar óvæntar áttir og eru nýbúnir að sitja og segja ógeðslega hluti konur. Já, en bara sem við vorum að hlusta, það er mjög máli, stutt síðan. En mér finnst þetta að skipta máli, þessar bloggfærslur. Já, en það er ekki að taka yfir alla umræðu, sko. Út af því að það er alveg margt annað sem að blasir svolítið við, en við erum kannski vön að horfa á einhverja ákveðna fulltrúa, gera ákveðna hluti og við bara einhvern veginn kipum okkur ekki lengur upp við það, en síðan þegar við gerum væntingar til fólks að það sé einhvern veginn, hafa einhver gildi og eitthvað svona sem við viljum kjósa, að þá fer allt einhvern veginn púðrið þangað og þetta er svolítið rugl, finnst mér. Já, það er þannig, þessum er þú líka Brútus, hann nefndi ekki annan. Sko. Þetta hefur náttúrulega samt með sko gildi kjósenda hvers flokks að gera, það er þannig að síðferðisgildi miðflokksmanna er bara önnur en samfylkingarinnar, svo nota menn auðvitað tækifæri, skrýmsladeildir og í þessu tilviki þá er keyrt á þetta. Það var nú kvöldið áður eða sama dag og hann tilkynnir Þórður hann ætla ekki að taka sætið að þá var nú einhver skoðanakönnun sem sýndi 8% fall hjá sko konum sem ætla að kjósa samfylkinguna. Þannig ég er ekki að segja sko þetta er ósanngirni í þessu en sko skýringin er nú kannski svo að að bara gildi kjósenda þessa flokka eru önnur. Ég held til dæmis að Bjarni Ben myndi ekki lifa það sem formaður að segja bara já, ok, þú veist, nú verðum við bara að fjárfesta í innviðum og ríki býr til verðmæti. Það tekur ekki bara. Þú veist, hann myndi ekki lifa það við sínum flokki en þú veist, en það er lítið máli ef að Kristján Frostadóttir myndi segja það. Þannig að þetta er svolítið hluta því. Já, þetta er náttúrulega bara eins og Trump. Þú veist að hann er einhvern veginn symptom, hann er ekki kjarnin eða vandamálið.
En svo náttúrulega líka kannski sérstaklega meðan Bjarni Benediktsson að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur aldrei spilað eftir sömu leikreglum og allir aðrir. Vald Sjálfstæðisflokksins byggir á því að þeir geti fengið aðra flokka til þess að millifæra atkvæðandi sín til þeirra og að þeir spili eftir öðru siðferði en við hin. En eru þeir ekki að lenda í einhverjum vandræðum með þetta? Þeir eru í vandræðum núna að því að það ekki lengur raunin. Þeir eru bara ekki með þessa óbúslegu yfirbörði að það megi ekki anda í áttina þeim. Það svona sama og gerist með íhaldsflokkinn í Bretlandi. En það samt sá núans á þessu að það getur bara verið mjög stórt félagslegt skref fyrir mjög marga að stíga, að bara átta sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn bara ógeðslega hallarslegur flokkur og það bara greinilegur, alveg rosalegur atgerðisflótti og engin stemming og að formaður flokksins talar eins og rússnesku botti sem dreifaði mitt áróðri það að hér séu hælislendur að rífa af innfæddum út alla Evrópu. Og ef ég má aðeins koma inn á þetta sem segir bara því að þú gafst mér svo ótrúlega gott að þá bara í áhættu mati fyrir Ísland, það var ekki 2008 talað þá áhættu sem munir hljótast af því ef ekki sé sinnt inngildingu bæði þeirra sem komingað og inngildingu Íslendinga með nýju fólki. Það getur ítt undir róttækni, það getur ítt undir átök í samfélaginu og grafið undir lýðræðiskerfinu. Þetta svo ótrúlega augljóst. En sem sagt Sigmund Davíð, hann algjörlega settur út af sakramentinu af sumum, fyrir það að vera lumó, en það bara miklu erfiðara fyrir sama fólk að segja bara, heyrðu, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, hann bara ekki snjallar en það að hann bara farin að éta upp eitthvað, af rússnesku bottum það að hælislendur séu bara óvalandi óferjandi og það sé geta að lifa með sundi og þeir séu með ofbeldi og gamlar konur þóru ekki að fara í búðir og eitthvað, bara allt, þeir svo ljósritað úr allri Evrópu af rússneskum áróðri vegna þess að þetta hluti af stríði dag, þetta hluti til að destabilisa lýðræðiskerfið. Þetta getum við sagt Sigmund Davíð. Já. En við erum ekki alveg komin á þann stað núna að geta alls sagt Bjarni Benediktsson. En það kannski mun gerast. Hann fyrir penni í það, en hann samt að gera þetta sama. Samt hann nýtur mjög lítill ströss með þjóðarinnar. Hann nýtur mikil ströss meðal stjórnmálastéttarinnar og fjölmiðla og blaðrandi stéttar, sem eiginlega sem blaðrandi stéttir ættu að íhuga að það sem þeir telja að vera kónginn lítur almenningur á sem bara það engin stjórnmálamaður sem hefur notið jafn lítill ströss af þjóðinni sem í svona stöðu heldur en Bjarni Benediktsson. Nákvæmlega. Og svo alltaf að láta eins og þetta sé svo mikið teflon maður eins og hann sé bara sjálfur að bera á sig teflon húðina. Þetta einmitt bara eina blaðrandi stéttir alltaf að bera á hann teflon og hann nú greinilega að hugsa marga leiki fram í tíma en hann Bjarni, maður bara horfir á þetta og hugsar, það bara augljóslega ekkert plan. Það var nú sagt þarna, þetta var áberandi yfirlýsing sem var með á tröppum Bessastaða þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir tók við að Jóni Gunnarsinni, það sem var svona fyrsta skipti sem var mjög afgerandi í þessu. Og þá var talið að þetta ætti að vera eitthvað svona pólitískur leikur til þess að girða fyrir flaum eða svona leka að fylgi frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins. En síðan hefur það bara gerst að þetta jók strauminn og ég heyrði aðeins af honum að því að þið voru að kynna kostingastefnuna sína, ég heyrði svona aðeins af honum og þá heyrði maður að svona allt annað tón, nú hann að tala Evrópusambandið. Þannig að nú hann að reyna að búa til einhverja svona leið til þess að verjast flótta frá flokknum yfir til Viðreisnar. Þannig að það séu átakalínurnar hvort að við séum að fara í Evrópusambandið eða ekki. En þá spurning að hverju erum að tala svona mikið Bjarni Ben og Sjálfstæðisflokki? Af því að það náttúrulega tíðindi eftir hruns árana náttúrulega hrun Sjálfstæðisflokksins sem miðja íslenska stjórnmála. Ef að þetta verða kosningarnar í hvað líkingu við þessu, þá erum við að horfa á sögulega niðurstöðu. Já, þess vegna ættum við kannski að tala aðra leikendur heldur en Bjarni Ben. Já, Miðflokkinn til dæmis. Þorgerður Katrín sagði í einhverju podcasti að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur sem að mér fyndið, af því þetta svona hugtak sem Sjálfstæðisflokkurinn bjó til og það er byrjað að nota það gegn honum. Þetta náttúrulega ekki stjórntækuflokkur, það algjörlega augljóst og hefur ekki verið það mjög lengi en aftur það hefur kannski tekið svona
fólk sem að hefur meira vægi í umræðinni heldur en sko almenning aðeins lengri tíma svona félagslega geta sagt að bara, þú veist, það er bara erfitt í fermingavíslunum að segja bara, mér finnst bara ekkert var í Bjarna og mér finnst augljóst að það er engin klókindi hjá honum að tala eins og rússnesku botti, þetta er bara upplýsinganeyslan hans er bara ekki betra en þetta og það er farið að hafa áhrif hérna á stefnu ríkisins. Það er miklu auðveldar að gera það en Sigmund Davíð. En ef þetta er staðan, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sótti alltaf stöðu sína einmitt í þetta að þú gast farið í alla fermingavíslur og sagst bara að vera sjálfstæðismaður og ef þú sagðist verið allaballi þá varstu bara hélstu á brauðtertunni einhvern veginn og það var eitthvað að skammaði fyrir það og náður ekki að borða hana en ef þú sagðist verið sjálfstæðismaður þá bara flugst í gegnum öll partí. En ef að Sjálfstæðisflokkurinn missi þetta að vera þú svona næstuð í núllpunktur eða þú veist það er ekki pólitík að vera sjálfstæðismaður að þá þarf flokkurinn náttúrulega bara að búa sér til einhverja hugmyndir sem er bara eins og aðri stjórnmálaflokkar þurfa á að halda sko. Já, ég meina þetta hefur gerst í borginni undanfarið 30 ár, þá hefur hann ekki verið aðalatriðið, það er bara og ekki hefur hann plummað sér vel í því umhverfi. Það er mjög erfitt með að eins og þar sést sko að það er eiginlega hann hangir ekki saman sko flokkurinn. Er það ekki leikandur þar að einhverju leyti? En það er náttúrulega vegna stöðunar og dregur hann ekki borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hann bara dregur ekkert til sín the best and the brightest sko, ég meina vegna stöðunar þetta er bara algjört sjálfsmorð að fara þarna. Já, hvað Viðreisn hefur verið á flugi, það svona síðustu vika benti til þess að það voru ekki að auka fylgi sitt, en það voru svona en að vera með 20% fylgi fyrir Viðreisn náttúrulega ævintýralegt. Það er bara svakaleg tíðindi en eins og þú varst að tala um áðan, nú er Bjarni að tala um Evrópusambandið. Maður sér að það verið núna, það er búið að vera hjóla í samfélkíkun alveg talsvert með vanandi skattahækkanir og allt þetta búið að vera að keyra það og nú er einhvern veginn verið að keyra svolítið í Viðreisn sko, þannig maður á eftir að sjá þetta eitthvað aðeins svona, ég held að vélanar eru svolítið einmitt. Nú snúa sér allir að Viðreisn. Já, nú er Viðreisn skotmarki aldrei, þannig maður á aðeins örugglega eftir að sjá einhver áhrif þess. Það verið að tryggja upp einhverju hræðslu fólks við Evrópusambandið sko. Þannig að ég veit ekki, ég er bara mjög forvitin að sjá næstu kannanir, bæði bara einmitt hvernig maður sér hérna áhrif bara Þórðarsnæsmálsins á með samfélkinguna og og allir þessu umræða sem hefur verið svolítið samfélkinguna núna, ég meina hárgreiðslumenn og iðnaðarmenn að þeir sé verið að fara að hækka skatta á þau eftir einhver ummæli hjá Víðir Einarssyni og núna þessi áráður sem hefur verið gegn Viðreisn, þannig að já, ég forvitin að sjá. Var ekki Víðir eitthvað að miðskila þessa tillögu? Við vorum með svona fyrir 3 árum með þetta aftur og þau kallum þetta ekki að loka EHF-gatinu. Þetta er þetta þannig að það gefur eignarhaldsfélög sem eru með enga starfsemi og þau eiga kannski hlut í einhverju sjávarútvegsfyrirtæki svo það er selt. Þá getur þau tekið söluhagnaðinn og sett upp í eignarhaldsfélagið og geymt hann. Þú þarft ekki að borga skatt. Það getur bara verið að mjalla því út eða þannig að þetta er í alvörunni bara svipað vandamál og var með aflandsfélögin. Og er ekki leyft í síður löndum eins og sagt er og við erum með þetta af því að það er svo erfitt að eiga pening á Íslandi og það er svo erfitt að vera í rekstri þannig að fólk verður alltaf að fá að aðeins að vera á svig í kringum skattana. Ég held að til að samfélgina væri bara í þessum takti að okkur dætti ekki huga að fara eitthvað að loka það að þú væri með rekstur í kringum hárgreiðslustóliðin eins og smáfyrirtæki. Já, ég meina Kristrún hefur náttúrulega sagt eftir þessu ummæli hjá Víðir Einarssyni að það væri þak á þessu ef þú væri með einhverju tekjur upp á 1,5 milljón í þessu formi að þá þyrftir ekki hafnin ágjur sko. En eftir situr þessu umræða sko. Já, þetta er eins og þessi illa grundu hugmyndir sko, því að það þú getur verið með fyrirtæki og við erum öll í vinnu, við erum 5 að vinna þar og svo getur við með fyrirtæki þess að breytna að vinna og ég sé ekki alveg eðlismunin á þessu sko, akkur má sá sem er með hárgreiðslustól sem að vinnur hjá sjálfum sér það er nú draumur okkar sósíalista að fólk fá bara að vinna hjá sjálfum sér þannig að við myndum ekki gera athugasemd við það og þetta held ég að skattsvikin eru ekki píplæningamæðurinn skattsvikin eru hinnir ógnaríku sem að stela mest út af skatti. En var hann ekki með eitthvað bara kannski að þetta var eitthvað miskring og hann alltaf gengið þarna þess hart á hann og svona þú veist ég meina það eru einhverjir píparar kannski með þessi
þessar launatekjur en þeir eru fáir og mögulega eru með þetta inn í EHF frekar en að vera með þetta sem sagt á eigin kennitölu. Ég mitt hugsaði það sama sko, þetta hlýtur að vera byggt á okkur miskilningu og bara við ekki alveg átt að sjá þessu. Plan, kannski það ekki ígrundað. Planið kannski ekki jafnvel ígrundað og En þegar að, sko, ég held að sé ákveðin hætta á að það sígi fylgi á samfélkingunni, að því að einhver leiti með þetta klúður með Dag og svo aftur klúður með Þór Snæ og sömuleiti má velta fyrir sér sko viðbröðum, það tók heila viku að láta þetta ganga yfir og ég meina að samfélkingin ætti að vera þroskaður félagskapur sem bara átta sig á því hvað í gangi og bara kemur með niðurstöðuna strax, þannig það eitthvað svona klúður í gangi og þegar að missi, þegar allt í einu kemur svona ótrúverðileiki í kringu það að ég sé auglýsinguna þar sem að Kristóf Frostadóttir með sleggju að berja niður einhverja steina sem eiga að vera vextinir við ætlum að kýla niður vextina þetta getur vel verið að þetta virki sko ef þú ert með bara rosalega meðbyr með þér en ef þú ert ekki með meðbyr með þér þá byrja svona hlutir allir að virka bara svolítið skrýtnir sko hvað þetta? Þetta ég meina Sigmundur Davíð að geta gert þetta ég sá hann í einhverju TikTok-vídeó þar sem hann var í Superman-búning eða svona overhitubúning það satt Já, þetta náttúrulega bara efni sem að þessi flokkar að mata inn á samfélagsmiðla og kannski ekki höfða til okkar ekki höfða til okkar hérna þetta kemur til mín, sleggjan kemur til mín hvað segir þið? Sleggja kemur til mín einmitt, en hérna já, ég veit ekki hvort það að tala inn í okkar kjósandahópen til að þessi grín myndbönd sem maður skilur ekki alveg Má segja eitt þetta ég sko ég held að gæti orðið ég sammála, gæti orðið sko samfélkingunum svolítið til trafala, þau eru búin að byggja upp og gerðu það mjög skynsamlega að þau töluðu kannski minna pólitíkum tíma og meira hvernig þau var orðið nýflokkur og meiri fagmennska og svona og svo hefur kannski kosningabaráttan að einhverju liti verið klaufalegri en þau vildu út af, ég meina þetta dagsmál og svo Þórir Snær. Ég held reyndar að Þórir Snær hafi gefið flokknum eða fórustun svolítið mikið með því að fara af lista af því hann auðvitað að segja sko, þú veist, flokksfórustan hún þarf ekki að sætta sig, hún mun ekki sætta sig við neitt annað en bara að menn standi sig vel, hann að setja svona skýr mörk hvað leyfilegt og taka ábyrgð, þannig að það getur alveg gripið það. En hann sagði eftir þessi könnun sem þú varst að vísa til, að þetta var bara þau voru bara að horfast í augu við raunveruleikann. Já, ég meina það er oft tækifærismennska ég meina Framsókn búin að bjóða hinu flokkunum að taka ekki lengur þátt í því að berja á útlendingum, það er tækifærismennska en ég meina mér samt að vinstri bara taka þeim sigri og fínt að fá þann liðsauka, tækifærismennska mjög góð oft í pólitík, allavega svona út frá kosningabaráttu, en ég held að geti orðið samfélkingunni aðeins til trafala eftir að hafa byggt upp þessa ímynd, fagmennsku, verið nýr flokkur og svona, og formaðurinn okkar svona alveg sannlega svo mikil ísdrottning að hún getur tekið upp sleggju og barinu vexti. Það svona smá klaufagangur þarna. Ég held að gæti farið verð í fólk en kannski að myndi gera hjá öðrum flokkum. Ég held til dæmis að Viðreisn sem á okkur svona flugi núna og hefur svona meira lagt áherslu hvað þessu skemmtileg og minnum svolítið á kosningabaráttu Bjartrar framtíðar sem var svolítið að fyrir fólki sem ekki reiða fólkið eftir hrun, allir voru pirraður og reiðir en kemur flokkur fyrir ekki reiða fólkið og kannski má þessuna, það gæti verið sko að Viðreisn mætti misti þessi meira að þau hafa ekki kannski alveg jafn mikið kert á þetta, þú veist við erum við getum snúið við skutinni. Hún getur snúið. Já, hún getur, já. Það er náttúrulega eitt við samfélkingun, hún bara með eitt plan, sko. Og það er Kristóf Frostadóttir sem á að gera þetta allt saman. Og ef það virkar ekki, þá held ég að hafa ekkert plan B, sko. Dag B. Dag B. En svo má líka kannski ekki gleyma því að Kristrún þú veist og ég myndi ekki illa, sko, ég meina hún er ekki mjög reynslumikil. Þetta í raun og veru kannski hennar fyrsta kosningabaráttu sem hún stýrir. Ég veit að þessi hópurinn á bakvið hana og þau höfðu áhrif síðast, sko, en þetta er fyrst skipti sem hún tekur flokkinn í hennar kosningabaráttu. Hún svo bara á aldur við Sigmund Davíð þegar hann var forsætisráðherra?
Já, ég bara segja, þú veist að Það tekur tíma, alveg svo voru að segja á það með fólki sem kemur út af embættum, það tekur tóttið tíma í þennan lestur sem það þarf að vera. Það væri betra að hafa eitthvað sem hefur 10 ára reynslu þarna og þú veist, það ekkert að Kristjánu Frostadóttur. Nei, ég meina hún stendur sem mjög vel. Ég man eftir í kosningunum þegar fókusin var svolítið á hana, það kom allt inn í ljós að hún var bara einhver gersemi Samfylkingin og færði svolítið fókusin yfir á hana og loga svolítið tilbaka. Að þá kom þetta upp með kaupréttar samningana í Kviku-banka. Og þá bara hvarf hún. Því að þetta að verða fyrir skrýmsaldildinni, það meira en að segja það, sko. Mér finnst þetta samt, þú veist, mér finnst þetta í raun hafaði bara leist þetta mjög vel. Þú veist, þetta tók smá tíma með bloggfæslunar og þetta tók upp allt og mikið. Það fór alveg hálfur silfurþáttur í að ræða þetta og það var ekkert talað þessar upptökur af Seinans Jónskunnars. Þannig að, þú veist, það líka svona fjölmiðlar hafa eins verið með í að, þú veist, þeir stýra þessu líka. En þú veist, mér fannst samt bara mjög gott hjá honum að stíga til hliðar og algjörlega bara einhvern veginn vel leyst þannig. Það er ekkert víst að þetta hafi einhver teljandi áhrif á þeirra fylgi, sko. Við sjáum það morgun. En þú veist, þetta sveiflast rosalega mikið og fólk vill miðjuna núna, sé ég. Það er allir svona, og það er búin að vera með náttúrulega svo mikla pólaðna sem hafa einhvern veginn, verið svolítið á Svo setjum saman. við aldrei upplifað það einhvern veginn að vafkið einhvern rosalugur póll eitthvað. Nei, en sko... Það bara skottast með. Já, en síðan þú veist, út af því að þetta er búið að vera svo mikil íhaldsstjórn með Vinstri grænum líka, að þá er líka bara búið að vera svo, þú veist, það er búið að vera mikið að mótmæla. Fólk vill ekki rifrildi. Og fólk eru þreytt því. En við erum líka bara það eru óbúslega miklu stríðstímar í heiminum. Það er bara, við erum ekki ein í heiminum heldur. Þú veist, það sem er að koma fyrir einhvers staðar út í heimi, það hefur líka psykológisk áhrif á íslenska kjósendur, sama hvort þeir eru meðvitaðir það ekki. Þú getur einhvern veginn afneitað ástandin í heiminum alveg en við vitum allt einhvern veginn í sálinni. Þú veist, við finnum fyrir því. En það er ekki eins og Viðreisn eða Samfylkingin einhver afgerandi afstöðu í utanríkismálum. Nei, einmitt ekki og þess vegna held ég að fólk sé bara ef þú bara vilt ekki vita neitt að neinu að þá getur þú bara verið að horfa á hana með þessa sleggju og bara, þú veist, en það er samt. Viðreisn er náttúrulega með það utanríkismál að tengjast Evrópu meira. Það held ég að hreyfi nú við sumum eftir sigur Trumps og hvað segja, endurtekin skemmdarverk í Eystrasalti sem kom fram í dag. Ég hugsa að margir... Við eigum að tengjast Evrópusambandinu og Evrópusambandinu að búa til sinn her og taka yfir varnar... Já, ég held að það sé bara auðveldra að tengjast Evrópusambandinu bæði á sviði öryggismála og efnahagsmála. Ég hugsa samt að margir sem hefðu kannski verið opnir fyrir Evrópusambandinu út af einhverjum svona, það verður kannski eitthvað aðeins eftirlit með fólki og eitthvað sem hefði verið kannski ágætt. Eru kannski neikvæðir gagnvart í núna einmitt út af því hvernig Evrópa er svo opaslega militant í svona alþjóðapólitík. Öryggismálastjóri framkvæmdastjórnarinnar er fyrirverandi forsætisráðherra mann ekki á þessi Lettland. Já. Hún er bara herskafasta sem hægt að finna í Evrópu. Og líka bara og þessi alþjóða sko, þú veist, allt þetta sem er verið svona aln uppi að það sé svo traustvekjandi allt sem er vestrænt og hér sé einhvern veginn allt svo öruggt og traust og það er svona svolítið bara partur af því að alast upp hérna og svo erum við svolítið að sjá náttúrulega bara alþjóðasamfélagið alveg bregðast Palestínu til dæmis. Og þá hefur það áhrif á, þú veist, ég náttúrulega þannig bara verið að fremja þjóðarmorð á fólki sem hefur sér ekkert til saka unnið þannig, þetta eru börn og konur 70% sem eru drepin og það er ekkert gert til þess að stöðva það. Þannig að þú veist, allar þessar stofnanir og þetta sem hefur átt að vekja svona öryggiskend með okkur hér í vestri, það bara grefur undan því líka. Það hefur áhrif að þá er auðveldara líka að tala inn í svona ótta tilfinningu fólks. Bara Rauði krossinn getur ekki gert neitt, þeir eru bara drepnir eða farin á svæðið. Þannig að það verður allt svona máttlaust og þá kemur þessi populism inn. Þá er svo auðvelt að búa til ótta við bara eitthvað sem er framandi. Það er náttúrulega ekki bara eitthvað, það er náttúrulega stríð í Austur-Evrópu og mér finnst ekki að kalla það herskátt að evrópskir leiðtogar vilji bregðast til því eða að evrópskir leiðtogar vilji stemma stigu við til dæmis bara
gyðingahatri sem farið að spretta upp í Evrópu, það er það sem ég hef áhyggjur af. Gyðingahatri? Já, ég meina, það voru fréttir fyrir nokkru dögum af gyðingaofsóknum í Amsterdam. Nei, það voru sem sagt, það voru íþrótt, það voru svona bullur, fótboltabullur frá Ísrael. Nei, þeir voru að rífa niður Palestínu fána. Já, það er ljótt að rífa niður fána. En það var ráðist á gyðinga og gyðingar eru varir sig núna í Evrópu vegna þess sem er að gerast. Það er rosalega margir gyðingar sem er að mótmæla því sem er að gerast í Palestínu, óbúslega margir. Og það er mjög erfitt fyrir þá að þeirra saga sé notuð gegn þeim líka. Mér finnst bara ekki hægt að kalla þetta að vera herskár þegar menn bregðast við ógnum. Og það eru ógnir þarna líka. Það er ekki mikil ógn núna af fólkinu sem er þarna í tjöldum en á Palestínu, sko. Nei, ekki þar. Nei. En það sem ég var að vitna í herská eru hugmyndir að það verði engin fríður í Evrópu fyrir við erum búin að brjóta Rússland niður í einhverja frumeiningar. Það var engin sem réðst á Rússland, sko. Nei, en það er fólk sem bregst við ástandin í Evrópu með þessu og sem er líklega það Evrópa í að fara bara í langvarandi stríð við Rússland til þess að brjóta það niður. Þetta kallaði að vera herskátt. Já, ég hef ekki heyrt neina tillögum að ráðast á Rússland, sko. Menn eru varir sig að Rússland ráðist á fleiri. Já, en það eru innan Evrópusambandsins og innan Evrópu og sérstaklega Ísraelslöndunum og Pólandi eru að til þess að geta staðið með Úkraínu þá verður við að hleypa Úkraínu strax inn í NATO og að NATO fari í stríð við Rússland og þar fyrir göttunum. Þetta er kallega bara herskátt, sko. Það meðan það er svona meiri varkárning á hvert í öðru þjóðum eins og Þýskalandi og Frakklandi og Ítalíu og meiri segja í Bandaríkjunum. Þetta Bandaríkja forseti hefur verið að leyfa takmörkun, notkun á að skjóta skotmörkun í Kursk-héraði til þess að venda þessa hersveit sem að fór þarna inn. Að þá er það ekkert í líkingu við það sem að öryggismála fulltrú Evrópu er að kalla eftir, sko. Nei, það er nú kannski samt ákveðin saga þarna í Eystrasaltslöndunum, sko. Þeir eru afstæðu full skiljanleg, sko. En það er kannski ekki afstæð sem að Evrópa getur tekið yfir. Nei. En utanríkismál hafa ekki verið á dagskrá, ekki einu sinni Evrópusambandi hefur ekki verið á dagskrá kosningabarnum. En er það ekki líka því að það ég meina það þarf enginn að raunverulega eitthvað að efast hvar flokkarnir standa svona í grófum dráttum í utanríkismálum. Viðreisn er pró-Evrópusambandið, pró-NATO. Þú veist, mikill stuðningu við Úkraínu. Samfylkingin er svona nokkurn veginn á sama stað. Viðreisn leggur meiri áherslu á það í kosningabaráttunni sinni, Sjálfstæðisflokkurinn er NATO-flokkur móti Evrópusambandinu. Ég meina vopnasendingar til Úkraínu komið til tals í forsetakosningum. Og það voru spurðir og komið ljósa voru 2 frambjóðendur sem voru hlynntir. Það voru verið kannanir að 70% af þjóðinni er ansnúin þessar ákvörðum stjórnvalda. En við svolítið skrítið að það kom ekki til tals í kosningabaráttunni. Já, en þar kannski varstu með frambjóðendur sem fólk var bara þurfti meira að kynnast, sko. Þú veist, það er voru svolítið á hreinu hvað flokkarnir standa í þessum máli. Það geti verið ástæðan. Talandi að kynnast, að því að ég svolítið verið að hlusta og ég heiti svona frambjóðendurflokkana og það er Sjálfstæðisflokkurinn, VG, Framsókn og jáfnvel fleiri flokkar eins og Píratar og segja sko að við höfum ekki komið okkar málstað nógu mikið á framfæri og eins og kjósendur þurfa að kynnast betur og mér finnst þetta alltaf svolítið fyndið því að ég held að kjósendur viti allt Sjálfstæðisflokkinn, viti allt VG, Framsókn og Pírata. Ég held að kjósendur viti þetta allt saman. Þannig ég er að velta að hvað kemur þessu hugmyndum að ég er að fá mjög lítið fylgi en það er vegna þess að bara fólk hefur ekki fréttað í hvað ég er góður. Þetta er bara afsökun sem er alltaf, þetta heyrir þetta í öllum kosningabaráttum, sko. Ég var nú líka hjá Frjálslyndum demókrötum úti, sko, og þar heyrði maður þetta líka að vandi væri bara, sko, einhvern veginn að við varum ekki nóg duglega að koma á framfæri hvað við verum frábær. Sko, kosningahefðin er líka félagsleg, sko. Ég meina, ég er búin að vera að skoða aðeins mitt atkvæði svona reiki á kornuna og ég er búin að skoða aðeins og ég meina, það eru flokkar sem að sko málefnilega koma alveg til greina en það er svona einhvern veginn stærra skref fyrir mig, þú veist, bara svona identity að fara þangað. Þannig að þetta er bara, þú veist, ég meina, menn þurfa bara að segja sér eitthvað til þess að geta vaknað á morgnana og alltaf áfram og ég meina
almenningur á Íslandi frekar vel upplýstur flokkana. Það sko, Ísland býr við mikla kosningaþátttöku. Það mjög mikið af fólki sem í flokkunum hérna. Þeir eru aðeins öðruvísi uppbyggðir vegna þess að þeir ekki vildi ekki sko flokksgjöld eða skyldugjöld. Það prókjör mjög víða. Þannig að hérna, þetta bara eitthvað svona lygi sem menn segja við sjálfan sig sko. Þú veist. Og sósíalistar munu kannski, ef þeir komast inn núna, munu kannski gera það í næstu kosningum ef það gengur ekki vel þá. Ég meina, eitthvað þarf að gera til þess að fá fólki til að mæta og vakna á morgnana, sko. Og þetta mjög góð lína, því að þá þarftu bara að vinna meira og tala meira og koma meiri skilabóm á framfæri og getur kennt fjölmiðlum eða akademíunni. Já, ég nefni þetta því að einhver leiti þetta svo stutt kosningabaráttu og einhver leiti held ég þetta sé bara mat á því, sko, hver líklegur til þess að gera eitthvað ef þetta hérna kosningabaráttu breytingar. Þá held ég að kjósendur bara leggja mat á það, sko, mun framsókn eða VG breyta einhverju eða mun Flokkur fólksins breyta einhverju eða Sigmundur keyrir á þessu, hann þarf að breyta miklu þannig að ég held að það snúist meira það og ég held að það sé kannski sem að Sjálfstæðisflokkurinn og stjórnarflokkurinn svolítið að tapa þeir að koma náttúrulega út úr. Ég bara glöð hvað margir flokkar og mikið flota á öllu og þetta eitthvað svo lifandi lýðræði. Þú veist, maður nýbúin að horfa á þessar amerísku kosningar sem var bara með þetta og svolítið svipað bara í raun. Ekki þessi svipað en ekki nógu góðu kostir fyrir marga. Nei, og bara 2 kostir. Þú veist, það bara ekki nóg, sko. 2 hægri flokkar, það þú veist. Þið hafið verið með pallborðið. Heimir komið með svona talað einn í einu. Samtalið, já. Við erum bara, sko, frá því að var þessar ríkisstjórn var slitið, erum við búin að vera í bara svakalegri framleiðslu. Ég held að við séum að með einhverja bara 4, 5, 6 þætti einhvers konar kosningu umfjöldinni hverju viku 2 kosningapallborð, samtalið að vangjum fram sem eru svolítið skemmtilega þættir. Sem er með sterku vangina. Já, og svo náttúrulega í næstu viku erum við með 4 beinar útsendingar við erum með kappleika sem svona að vera kannski höfða til unga fólksins og kappræður, kosningavöku, formannaspjall eftir kosningar. Þannig að þetta mikið keyrsla og en við erum einmitt búin að vera að reyna bara að halda svona einhverju jafnvægi svona einmitt að varðandi fulltrúa flokkana og hversu mikið við erum að bjóða þeim í pallborðinu og í þessa þætti, sko. Og ekki bara með fulltrúa flokkana, þið voru með einhverja podcastara? Já, ég talaði við podcastara í gær í pallborðinu og mér fannst það skemmtilegt allavega og vorum með frambjóðendur í dag og svo verið síðasta pallborð á mánudaga sem við ætlum að gera þetta upp með stjórnmálafræðingum en mér finnst það búin að vera fáralega skemmtileg kosningabaráttu, búið að vera mikið í gangi, þetta er mest búið að vera hratt og ég veit ekki, þegar við tölum að þurfa að kynnast flokkanum, það náttúrulega margir frambjóðendur sem að fólk kannski kynnast og ég held að sé allavega ykkur liti fólk sem að kýs fólk svolítið ákveði sig, bara ég treysti þessum, að því að flokkanir eru margir, þetta er margt svipað í rauninni, maður skoðar áherslunar, það kannski ekki regin munur á einhverjum flokkum, sko. Þetta eru margir flokkar, en og þá kannski fer maður að pikka út bara, já, mér líst vel á þennan og þennan. Þannig að, já, og ég held að það getur svolítið kannski bara einmitt svona framganga einstakra frambjóðenda, getur alveg skipt mjög miklu máli, sko, frekar nefnitt hversu vel þau ná að koma sínum áherslum á framfæri. Þið verið að leita einhverju leiðum til þess að fjalla þetta. Mér finnst RÚV mætti svona endurskoðaðan sína, þeir bara keyra á gömlu módeli sem forystusætið, sem eru þessar stóru kaplaður 2 og svo eru þeir með kjördæmaþættina og svo eru þeir með silfri sem er eina svona frjálsa og þá er oft, sko, viðtal við eitthvað erlenda gest sem að tekur og maður sagði bara, ég veit ekki tíma þessu í kosningum að taka eina frjálsa spjallvið, sko, sem er í sjónvarpssal og minnka það svona og það er bara einu sinni í viku. Okkur ætti þetta ekki bara að vera alltaf eftir 11 fréttir eða 10 fréttir eða hverja það eru? Það var alltaf dyggð hjá RÚV-stundum að vera irrelevant, sko, en þið eru reynda búin að standa ykkur mjög vel, bæði líka með vaktina, sko, ég nota vaktina rosa mikið að því hún er bara konstantli í gangi og einmitt horfið á pallborðið í dag sem var
sem var mjög gott og mikið talað húsnæðismál til dæmis þar, kom hérna vel út þannig að þau eru að standa sig mjög vel en ég tek undir að með einhvern veginn RÚV ekki alveg vera að ná og þetta ekki svona eitthvað típist bara að RÚV fari töðan á mér en þeir gera stundum heldur bara að þeir svo ná ekki alveg flugin núna sko. Mér finnst ekki gaman að sparka í samkemsaðala en ég mitt furðaði mig á þessu líka mánudaginn, ég var að horfa á Silfrið þá og var mitt bara skemmtileg fyrir partum með samtali við fólk og svo var þetta ekki viðtal við Sophie Trudeau Nei, það kom hún Mary Robinson fyrirverandi Mary Robinson, já, hún var í ykkur öðru innslagi já, mér fannst þetta undarlegt Mér finnst það þú veist að segja að svo ánægð með marga flokka ég held að RÚV sé ekki þeir eru með form sem að myndi henta vel að það veri svona 5 flokkar og þeir ætla ekki að breyta því sko. það séu bara 8 og 10 flokkar Ég verð svo stressuð að horfa að það verða að reyka svo mikið eftir öllum mjög stressandi þeir eru þarna öll sko Já, standandi mikil raun Þar kemur kannski líka í ljósir hvað flokkarnir eru oft orðnir veikir eða innvið flokkarna eru veikir að sko, það náttúrulega þú ert með nýja frambjóðendur og almennt það þannig að þú þarft svona 6 mánuði til þess að verða household name með alveg mjög svona skipulugum aðferðum en mér hefur fundist svona soldið á beraði því ég líka verið að horfa á svona þemafundi sem hafa verið upp í háskóla og eitthvað að svona, þú sérða hvaða flokkar hafa ekki burði til að undibúa frambjóðuna sína og kannski það sem að líka Þetta náttúrulega ótrúlega mikið sko við sósjallarinn sleppt sumu af kokkalandsliði vildi fá okkur til þess að elda fyrir sig og við bara slepptu því það svo erum við svo heppin að sko viðskiptaráð, samtöku iðnaðarins, SA og hlera bjóða okkur ekki sko Nei. En ég að segja sko þetta náttúrulega dæmi svona ákveðna innviði sem eru í flokkum að flokkar eiga að geta alið upp og ég ekki að gagnrýna sósjalistæðina sem bara nýtt frambóð það líka eins og hvernig lýðræðisflokkurinn, ég meina þar þú augljósa með en svo eru líka finnst mér bara svona þessi establisheru flokkar að sko Ættu að geta ráðið við að tala hvað sem Já, þeir ættu að geta ráðið við að undibúa fólki sitt því það hluti að því að skipuleggja kosningabaráttu að sko senda ekki fólk óundibúið af því að ákveð í huga eða hvað? Já, ég svo sem get hugsað aðeins Pírata en ég líka bara sá til dæmis með framsókn á panelum ekki framsókn fyrir heldur miðflokkinn á panelum skapandi greinar og svona bara og þetta ekki raun og veru gagnrýna eitt flokk, ég bara segja hluti að því að reka stjórnmálaflokk að þú átt að geta tekið inn frambjóðanda og þú veist og skólaðan einhvern veginn og auðvitað þetta kosningar sem gerast með skömmu fyrirvara en ég held við séum líka verða svolítið var við það að það hefur hjá bæði stjórnarflokkunum og svo auðvitað kannski áberandi hjá Pírötum líka að því að þeir eru í vanda að það einhverjum svona innviðir sem að hafa horfið innan flokksins. Já, það er erfiðar að heyja kosningabaráttu sem ekki vindur í seglana. Það bara, maður finnur það alveg. Já, og þú sér þetta rosalega sterkt hjá Sjálfstæðisflokknum og ég bara endurtekka sér sagður. Ég held að það sé bara að teku bara hérna blaðrandi stétt aðeins lengri tíma að sjá þetta því að þau eru búin að alast upp við að líta upp til þess að gauðra en það eitthvað rosalegt upp í Valhöll. Það eru allir innviðir hérna að bara að hrörna og þess vegna sér maður til dæmis bara rosalega litla endurnýjun þarna. Því að bara, flokkurinn hefur bara ekki getina til að þjálfa nýtt fólk. Við verðum bara að hafa sem frambjóðendur. Ég verð líka varðið þetta það sem er sjálfstæðismennir líka að þetta fólk sem vanara betri viðtökum. Maður finnur það alveg á þeim að þú veist, þeir eru búin að koma með eitt innslag og svo næsta innslag og þau ekki að hreyfa salin sko. Þannig að þau eru bara ómúin því sko. Sem að getur verið erfitt. Herðu, en sko, hvað kosið? Fyrirfram hefðu flesti sagt að það voru kosið húsnæðismál. Ég held að flokkarnir hafa bara ekki lagt fram einhverja stefnu í húsnæðismálum. Bara fæstir eru bara tilbúinir í það. Þannig ég veit ekki hvort það verði sko rætt húsnæðismál. Þið voru að ræða húsnæðismál í dag í pattvarðið. En mér finnst það ekki hafa verið áberandi. Mér finnst persónulega finnst mér vera mikið talað um það en maður heyrir svo sem mikið talað um þetta en maður heyrir kannski ekki eitthvað beina lausnir eða hvernig fólk ætlar að rætta þessu sko. En það náttúrulega kannski
flókið svar. Já, það held ég á sósíalistum að, ég meina, Sanna var með mjög skýra tillögu í sjónvarpinu í nokkrum dögum. Við töldum að það væri bara, ef það ætlar að vera með í kostningabaráttu, að vera að koma með plan í húsnæðismálum. Það væri bara, annars er það bara vísað út. Það er svolítið þannig heilbrigðismál og húsnæðismál. Og kannski sigrar í þessum kostningum, ég meina almennt með heilbrigðismál, ég held þú sigrir ekki mjög gjarnan á planiðin á heilbrigðismálum, að þetta er bara númer 1 hjá öllum alltaf. En þetta er bara, þetta er bara aðgangsmiðin. Bara, þú ert ekki með þetta á reynu þá bara, eða svona, einhverju, og svo húsnæðismálin núna. Sigmundur Davíð með lausn á húsnæðismálum og loka landamærunum. Já. Fyrir túristum. Já, sko hann er ekki með að setja takmarkanir á Airbnb. Já, hann ætlar að banna öllum túristum að koma til Íslands. Já, þannig að það þarf ekki að vera með takmarkanir á Airbnb. Nei, ok. Býtum við það? Nei, bara eitthvað aðtökum ekki að koma með það veit ekki hvað það þýðir það veit ekki hvað það opin landamæri þýða eða loku landamæri. Sko, ég held reyndar að það verði kosið húsnæðismálin, en máli er að það gleymist kannski að hvað ætli það sé 30% að fólki sem er í miklum húsnæðisvanda, og það er náttúrulega búið að verða eiga sér stað talsvert breytinga á samfélagsuppbyggingunni út komin með í raun og veru fátækasta fólk landsins að miklu leyti er bara ekki með kosningarétt, þannig að þú veist, mikið af þessum flokkum bara, þú veist, gæti bara á alla staði meira á sama. En kannski færist þetta færst aðeins meira inn í innviði almennt og ekki bara steypu heldur, þú veist, staðan á menntakerfinu, húsnæðismálum og og háskólanum og annað slíkt. Bresta inn í þetta okkar. Já, þannig að þetta er svona einhver svona kosningabaráttu sko launatekkan annars vegar og sko ríkisfjármálin hins vegar, og mér finnst það alveg augljóst að ef að fólk er svona eitthvað óvisst, þá áttu bara að spyrja þig, skilur, telur þú að þið opinbera geti skapa verðmæti eða telur þú að steli alltaf frá einkaframtakinu? Og ef þú veist, ert öðru hvoru megin þarna, þú veist, getur þið opinbera skapað ykkur verðmæti eða er það bara alltaf einkaframtaki sem að dreifa vagnin og svo lendum við náttúrulega ekki starfna millin. Ég meina, þetta svarar því mjög augljóslega sko hvaða grúppu af flokkum út að kjósa. Ég meina, miðflokks einingin og miðflokks svona klasinn, hann telur bara að ríkið sé alltaf að stela af einkaaðilum, þú veist, hann er þá bara mjög ólíklegur til þess að sko ráða fleiri hjúkrunarfræðinga og þú veist. Ég lenda á samkvæmsleik sem að var eiginlega nefndur áðan, að því að við reiknum með að flokkur fólksins og þar fyrir ofan komist inn á þing, en það er þetta er þríliða spurning, munu eftirtaldir flokkar ná inn á þing, hverjir ekki, það er VG, Píratar og Sósíalistar. Kristín, hvaða flokkar munu ná inn á þing af þessum? VG, Píratar og Sósíalistar. Þú mátt segja fleiri en einn. Sósíalistar og Píratar. Allir þú? Ég held að Sósíalistar og Píratar getur náðið núna. Sunna? Ég allast að Píratum. Það er einir úti. Gísli? Ég held að Sósíalistar ná örugglega inn, kannski Píratar, en ekki VG. Þetta eru lokin og ég þakka kærlega fyrir. Kristín, Alli Þór, Sunna og Gísli. En við ætlum að halda áfram að tala um kosningarnar. Marja Lilja ætlar að fara út á götu og tala við fólk frétt dagsins sem voru vaxtalækkun Seðlabankans, og þar á eftir kemur Oddný Eir og ætlar að ræða húsnæðismál sem er að mati þessa fólks eitt af kosningamálum. Sjáum til. Velkomin á Samstöðina. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Það er komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Þú kannski bara byrjar að segja mig hvað þú heitir? Ég heiti Hrönn. Hvað er sæl Hrönn? Nú erum við að velta fyrir okkur vaxtalækkunum Seðlabankans og hvernig áhrif þetta hefur á heimilin í landinu. Hefur þetta einhver áhrif á þig? Já, ég borga væntanlega lægri vexti. Þeir hljóta að lækka hjá bönkunum núna. Mátti ekki minna vera núna þessi lækkun í morgun, sko. Og sko að því að nú gerist þetta svona í aðdraganda kosninga, mun þetta breyta einhverju fyrir það hvernig þú kýst? Nei, engu, af því að ég gerði ráð fyrir að Seðlabanki væri sjálfstæð stofnun og pólitísk væntanlega, vonandi. Hefur þetta einhver áhrif á þitt heimili? Í raun og veru ekki, ég er ekki með húsnæðislán, ég er ekki með nein lán til þess að tala um, þannig að í raun og veru, þú veist, eru engin svona áhrif sem ég sé beint á mig akkurat núna. Það er svo bara spurning hvernig þetta hefur áhrif á, þú veist, bara út í hagkerfið almennt. Þá kannski fer ég að sjá það, en akkurat núna þá er það ekkert sem hefur áhrif á mig. Já, heldur þetta eftir að skila sér í lækkunum til dæmis bara á vöruverði og svona, það velti á undan sér einhverju snjókúlu? Það verður bara áhugavert að sjá, ég er ekki viss. Mér finnst náttúrulega að Seðlabankinn vera búin að haga sér mjög skringilega almennt og ég finn til með fólki sem er að borga af húsnæði og þannig. Þannig að, þú veist, jú, ætli hafi ekki einhver áhrif, það er bara spurning að sjá hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Og heldurðu að þetta eigi eftir að hafa áhrif á það hvernig fólk kýs, af því að nú gerist þetta svona í aðdraganda kosninga? Já, klárlega, þetta er alveg klárlega eitthvað svona taktík, ég trúi því algjörlega, sko. Þannig að ég veit náttúrulega að það er kannski einhver ákveðin svona tenging í hugunum á fólki við Seðlabanka og ákveðin flokk kannski. Þannig að jú, mögulega hefur þetta einhver áhrif á það og það er spurning hvort þetta hafi verið taktísk breyting eða taktísk lækkun. Það er alveg áhugavert að sjá hvernig það kemur út, sko. En ég veit allan að ég er ekki að fara að kjósa eitthvað kannski út frá þessu. Ég er alveg föst í mínum kosningum og það er náttúrulega ykkar flokkur og hefur alltaf verið. Ég er sósíalisti og hefur alltaf verið, þannig að já. Já, stýrivextir, hefur þetta áhrif á þitt heimili? Ég ætla að vona að allan að vera til þess betra. Ég veit ekki alveg strax, það er auðvitað að segja til það ef maður sé til, en þetta er allan að gott skref. Og sérðu fyrir þér að þú eða bara almenningur yfir höfuð eigi eftir að kjósa eitthvað öðruvísi núna þegar vextirnir eru að lækka? Nei, vonandi ekki allavega. Ég held að það breyti engu það. Akkur ekki? Hefurðu trú á almenningi? Já, ég ætla að vona að fólk falli ekki fyrir svona auðveldu, svona, hvað maður segja, kosningatryggja. Sjáu þið, við lækkuðum eitthvað, þú veist, já, ég ætla að vona að það gerir það ekki. Segðu mig, hvað heitir? Ég heiti Rakel Garðarsdóttir. Sælvertu. Við erum að velta fyrir okkur vaxtalækkunum Seðlabankans í dag og hvernig áhrif þetta hefur á almenning. Hefur þetta einhver áhrif á þitt heimili? Nei, eiginlega ekki, sko. Og ég sá það líka að vitnaði það að það ætti að vera sko fyrir eitthvað sem er með 40 milljónir í lán, þá er þetta 190.000 ári. Veit ekki hvað þú gerir við, hvað er það, 12.000 á mánuði? Frekar lítið, sko. Þannig að ég get ekki haldið að þetta sé neitt svona, ekki eitthvað sem að, nei, hefur þannig áhrif. Heldur þetta eigi eftir að koma til með að því að nú gerist þetta í aðdraganda kosninga að fólk eigi eftir að kjósa öðruvísi núna heldur en kannski í gær? Nei, ég held að þetta hafi engin áhrif. Hefur aldrei neitt svona áhrif á Íslandi. Kannski segja mér bara hvað heitir? Finnbogi. Sæll Finnbogi. Við erum að velta fyrir okkur vaxtalækkunum dagsins í dag og hvernig áhrif þetta hefur á heimilin í landinu. Hvað hefur þetta einhver áhrif á þig? Sko, ég myndi ekki segja að ég taki mikið eftir þessu sjálfur. En ég meina við erum líka með óverðtryggt lán, þannig að það er alltaf bara frekar brútal, saman hvernig lækkunin er. Þetta er náttúrulega bara lækkun og hækkun, frekar en lækkun. Já, og myndirðu segja að því að þetta gerir svona í aðdraganda kosninga, heldur þetta eigi eftir að breyta því hvernig fólk kýs? Já, þetta, ég held það. Á hvað leiti þá? Mögulega fer fólk að detra vonandi meira til vinstri, sko. Svona þegar sér að þetta er ekki alveg búið ganga nógu vel hinga til, sko. Það er miklu róttakari aðgerð en þetta til þess að breyta einhverju almennilega, sko.
Erstu með einhverja hugmyndir? Nei, kannski bara sterkan stóran hátekjuskatt og hvað þá, jafnvel 80% skatt á alla sem er meira en 4 íbúðir, sko. Það komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir til að ræða sérstaklega hinn margumræddu en samt kannski ekki nóg umræddu húsnæðismál. Við höfum fengið til okkar núna fulltrúa frá flokkunum svona þegar nær dregur að kosningum og ég var hérna að ræða þetta svona á málefnalegu plani daginn í löngum þætti og þá lögðu við eiginlega svona grunninn og þar var fulltrúi leigjendasamtakana með mér Yngvi Ómar Sighvatsson. Hæ. Og ég baði hann að eiginlega vera með mér, koma hérna með mér í dag og á morgun og og svo áfram í næstu viku líklega til þess að svona hálfgert að spyrja frambjóðuna út úr. Þannig að við erum að fara út í svona smá gettu betur keppni. Og hérna eru komnir Björn Leví, oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson í öðru sæti Suðvestur kjördæmis fyrir Framsókn og þingmaður. Báðir náttúrulega ráðherraefni. Guðmundur Hrafn, oddviti sósíalista í Norðvestur kjördæmi, líka ráðherraefni. Og svo Yngvi Ómar og Yngvi Ómar ætlum að taka ykkur á beinið. Ekki ráðherraefni. Hvað vildirðu byrja á að spyrja það út í? Mér langar að byrja á því sem mér skipti eiginlega mestu máli og það hvernig við hugsum okkar fátækasta fólk sem sagt rétturinn til húsnæðis í raun og veru. Ok, við skoðum ICE-SCR sem alþjóðlegur samningur sem öll ríki heims nema 4 hafa skrifað undir og íslenska ríki skrifar undir hann 1979 og ég vil taka það fram að það var ríki sem skrifað undir hann, ekki Hafnarfjörður eða Kópasker, heldur ríkið sem heild, ok. Síðan vistarinn og ríkið þessum félagslegu réttindum til sveitafélagana. Þannig að ekki bara húsnæðismálum, líka réttindum fatlaðra og skólamál og fleira. Þetta allt saman komið frá ríkinu sem að skrifa undir hana samning til sveitafélagana sem skrifaði ekki undir hana samning. Okay. Síðan ef við skoðum stöðuna aldamótin á félagslegu húsnæði þegar ríkið var partur af þessari lausn, þá var 11% af húsnæði á landinu. Við tökum auðvitað verkamannabústaði með. Þetta var það félagsleg lausn. Í dag erum við að tala 3%. Það staðan í dag. Það þýðir það að aldamótin hefur 31.000 manns skjól í félagslega kerfinu. Í dag það bara 11.000 manns. Ef við síðan framreiknum 11% með íbúðafjöldan í dag, þá ætti þetta að vera 40.000 manns. Sem þýðir í raun og veru að það eru 30.000 Íslendingar sem eiga ekki lengur rétt á félagslegri lausn. Og þetta svolítið fólki sem ég held að sé fátækasta fólki á Íslandi. Þetta fólki sem alltaf að flytja, börnin á ekki að festast í skólum og við vitum það að þetta fólk, það fólki sem þarf skjól. Þannig að við langar aðeins að ræða fyrst þennan rétt til húsnæðis og hvernig ríki hefur sleppt höndunum á því og hvort að það sé leiðin sem við að fara. Hvað finnst ykkur það? Björn, ef þú byrjar. Já, endilega. Það mjög rosalega gaman að leika svona tölum og smá að bera saman tölur í gamla daga og núna pínu erfitt stundum. Ef við gerum ráð fyrir því að í rauninni samfélagið hafa orðið ríkara og það sé í rauninni ekki eins margir sem að þurfi á, eru í sömu viðmiðum hvað kannski fátæktarmörk varðar og svo framvegis. Að þá væri kannski 11% ekki endilega rétt, kannski eru það hærri, kannski eru það lægri. Þannig að það eru svona forsendur sem að ég hef alltaf áhuga á þegar ég að bera saman tölur á milli ára. Staðreyndin hins vegar sú að við erum ekki með skilgreinda lágmarks framfærslu hérna í landinu. Við erum með ákveðna reiknivélar lágmarks framfærslu hjá velferðarráðuneytinu og hjá umboðsmanni skuldara og hvorug þeirra tekur tillit til húsnæðiskostnaðar sem mjög áhugavert. Það segir okkur svo rosalega margt einmitt það hvernig húsnæði í rauninni vandamál í íslensku samfélagi og
réttindi eins og þú segir eigi að vera, að þessu ekki tekin með í þennan reikning, því að leið og þau eru tekin með þennan reikning, að þá allt yfir munum við sjá hvar þessi mörk liggja sem þú ert að segja að það hafi verið 11%, kannski eru þau herri og ekki bara þessi 30-40 mann sem eru þarna á miða við stöðuna fyrir þessum 20 ára eru þá í verri stöðu. En sko vandinn að við spyrjum stjórnvöld aftur og aftur hvernig eru vextir og verðbólga og svo framvegis að hafa áhrif á hérna mismunandi tekjumtíðir. Hvar eru sársaukamörkin og hvernig eru sársaukamörkin að hreyfast til í samfélaginu? Og svarið alltaf bara við vitum það ekki. Seðlabankinn veit það ekki einu sinni. Og mér finnst það vera alvarlegt því að leið og við vitum það að þá getum við komið með tillögur að lausnum. Hversu umfangsmiklar þær þurfa að vera. En Björn, maður að spyrja þig, af hverju vitum við þetta ekki? Þú segir það bara ekki tekið inn í öfnuna. Af hverju það ekki tekið inn í öfnuna? Ertu komið með svar við því? Alltaf þegar ég spyrir Seðlabankana þá segir ég bara við höfum ekki heimild til þess. Þeir sjá sem sagt hvernig staðan á lánum sem eru tekið nýlán, en ekki hvernig þau þróast. Þá sjá þeir ekki hvernig í rauninni greiðslubyrði fólks af lánunum þróast yfir tíma lánana. Þeir voru með þessar heimildir þegar það var verið að reikna út leiðréttinguna til dæmis. En síðan þá hefur það verið tekið út í rauninni og þar af leiðandi erum við með ófullkomnar upplýsingar til þess að svara í rauninni spurningunni sem þú ert að varpa hérna fram, hvort að 11% séu nóg eða hvort það er of mikið og of lítið eða eitthvað þvíumlíkt. Það er í rauninni fyrsta svarið sem við þurfum að fá. Hversu stórt er umfangið á þessu? Við vitum að það er stórt, við vitum ekki nákvæmlega. Af því að við vitum ekki nákvæmlega, þá er erfitt að skipuleggja hversu mikil mótviðbrögð við þurfum að fara í. Við vitum við þurfum ekki heilan helling að húsnæði, en það er líka slæmt að fara oflangt, ofgist. Ok, þannig að þú segir eiginlega bara pass í bíli við þessari spurningu af því að hún er ekki orðið nógu nákvæm spurningi. Þetta er mjög réttmætt spurning og hún gefur vísbendingu að við þurfum að byggja meira í félagslega kerfinu, tvímælalaust. Hvar mörkin liggja er bara eitthvað sem er. Ef ég segði nú við því að það væri 20% félagslegt húsnæði í Danmörku, 30% í Hollandi, 80% í Svíþjóð og að við séum með langlægsta hlutfall í Evrópu. 90% í Vín og svo framvegis. Já, ég meina að spila það ekki inn í aðeins? Ekki endilega, sko. Okay. Þetta er, sko, heildarkerfið og dýnamíkin í því er bara oft ákvörðun mannsins hvernig við viljum haga þessu, hvernig við viljum ná að skipuleggja þetta. Og sko, ég held að við höfum forðast að skipuleggja það á undanförnu því að eins og sko lífeyrissjóðskerfið til dæmis, ellilífeyririnn er þannig hannaður að fólk eigi að vera komið skuldlaust þak yfir höfuðið þegar það fer á ellilífeyri. Af því að þá missur rauninni fjórðung, þriðjung af tekjunum þínum sem að er einmitt sá hluti tekna sem að fer í að greiða fyrir húsnæðiskostnað. Það er svona almennt síðan reiknað bara þumalputtaregla að þriðjungur til fjórðungur fer í greiðslu á þak yfir höfuðið. Þannig að þegar þú endar á lífeyri án þess að vera með skuldlaust þak yfir höfuðið, getur ekki verið leigu, ekki séns, borgað leigu af lífeyristekjum, ekki séns. Þannig að það er kerfið sem við erum búin að búa til og ef við ætlum að fara út í rosalega stóran leigumarkað, þá þurfum við að endur hana líka lífeyrissjóðskerfið. Þá erum við að taka burt séreignarstefnuna sem að má alveg gera, en við þurfum að hugsa í þessu samhengi og það er ekki verið að því. Mér finnst þú flækja þetta aðeins, bara en ég segi það, að því að bottomline það bara byggja meira fyrir fátækasta fólki. Það bara sjá þetta fólk. Alveg sammála það. Ok. Ágúst, Bjarni, hvað finnst þér? Þú mátt alveg svara í tölum og einmitt taka afstöðu til þessar talna, en líka bara hver er stefna? Ég get svarað út frá tölum, bara út frá því sem við höfum áður gert. En ég ætla að byrja að þakka fyrir umræðum húsnæðismálum. Mér finnst það skipta miklu máli og bara tækifæri, þakka fyrir tækifæri fyrir að fá að koma hérna og ég hef nú fundað með formanni Leigjendasamtakanna og þér Yngvi hér áður og bara gott og gagnlegt fyrir okkur sem sitjum á þingi og erum í þessari stöðu að geta haft áhrif á þessi mál, sko. En það er staðan og þessar tölur sem þú nefnir kannski líka gefa þá mynd að það var allt og lítið gert í allt og mörg ár. Við sjáum það og byrjum á að horfa á
hvað búið að gera á síðustu árum, bara frá 2019 til 2024, þá erum við með mesta uppbyggingatímabil Íslands sögunar á þessum árum og þriðjungur þessara íbúða byggður með opinberum stuðningi, þar að segja inn í þetta kerfi sem að kallast almenna íbúðakerfið. Það nóg? Sennilega ekki, en ég get bara sagt það áður en ég settist inn á þing að þá var ég nú forystumaður í einu stærsta sveitafélaginu hér á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfirði, þar sem við vorum að hefja uppbyggingu á svona okkar nýjasta hverfi sem Hamranesi, þar sem eru 1900 íbúðir og ég held að sé hátt í 10% af því íbúðamagni sem að þar sem svona á þessum félagslega grunni, þar Bjarg með mjög stórt hlutfall. Við vorum að fjárfesta á þeim tíma 500 milljónum á ári í nýjar félagslegar íbúðir. Þannig að sko það hefur ýmislegt verið gert þá ég að tala út frá því fyrir hvað ég stend og svona mín fyrirverk. Þegar þú segir við, ertu að tala um Framsókn. Framsókn, já. Ég að tala um Framsókn og auðvitað Hafnarfjörð sem sveitafélag í þessu, ég bara að því þar þekki ég þessi dæmi. Og ég held að það sé öllum ljóst núna í hvaða stöðu við erum, að við þurfum að byggja meira, forsendur hafa breyst, okkur að fjölga meira og það hefur allt áhrif á þessa tölu sem Ingvi nefndi hér áðan. En við sjáum það líka að við erum sem stjórnvöld, ríkisstjórn, Sigurður Ingi, minn formaður þegar hann var í innviðaráðuneytinu, að þá tók hann þetta skref að gera rammasamning við sveitarfélögum, svona markmið til uppbyggingar á næstu árum. Reykjavík og Borg hefur nú gert þennan rammasamning og þar inni eru markmið að það þurfa að byggja fyrir ákveðna hópa í samfélaginu og þurfa allar svona, það þurfa að vera ákveðið magn, ég man nú ekki alveg tölurnar bara í hugunum en þetta allt tölusett í þessum samningum og þannig að við erum svona að reyna að færa okkur í þá átt að byggja meira en við þurfum svo sannlega að gera betur. Það var eitthvað 35.000 íbúðir á 10 árum. 10 árum einmitt. Já, ef ég fæði að svara þessu, þá nú kannski grundvallar forsendan svo að það stendur í fyrstu lögum húsnæðismál að ríki ber ábyrgð á því að tryggja öryggi og jafnræði á húsnæðismarkaði og það hefur ekki ríkt á húsnæðismarkaði alla þessu öld. Það er frumskylda ríkisins. Það er ríkisins skrifar undir þennan sáttmála 1979. Það er ríkið sem á að fara eftir eigin lagasetningu. Þetta er fyrsta málsgrein í lögum húsnæðismál. Þannig ríkið ber höfuð ábyrgðin á því. Það getur ekki ætlast til þess að sveitafélögin, þó að það standi líka í lögum félagsþjónustu sveitafélaga að þau eiga að hafa frumkvæðisskyldu því að uppfylla húsnæðisþörf sveitafélagin sinna, þá er það ríkið sem að ber þessa ábyrgð. Það ber höfuð ábyrgð á því að það sé öryggi og jafnræði á húsnæðismarkaði og það hefur ekki verið. Þannig að þarna hefur ríkið algjörlega brugðist skyldum sínum og þetta er náttúrulega hluti sem að þarf í rauninni að ræða og mér finnst að taka félagi minn svolítið vægt til orða og ekki í rauninni tala inn í þetta graf alvarlega ástand sem er á húsnæðismarkaði. Þetta er gríðarlega alvarlegt og þó að maður hafi ekki fullkomnar upplýsingar alla anga stöðuna sem uppi, þá verður maður að bregðast við. Maður getur ekki afsaka sig með því að segja ég hef ekki þó þú hafir ekki nákvæmlega hitastigið á eldinum í húsinu, þá byrjar að slökkva eldin. Þú verður að bregðast við þegar ástandið er svona, það er öllum ljóst hvernig ástandið er og þrátt við þessar reiknivélar framfærslu séu ófullkomnar hjá velferðarráðuneytinu og það húsnæðiskostnaðurinn ekki inni, þá vitum við nákvæmlega hver húsnæðiskostnaðurinn er. Mælt frá ASÍ, þetta er mælt frá alls konar stofnunum, hvernig húsnæðiskostnaðar fólks almennt er, bæði leigjenda og þeirra sem eru að koma sér fyrir húsnæðismarkaði er og við getum þá bara að sé það strax að fólk sem að þarf að hafa reglulega framfærslu samkvæmt neysluviðmiðunum og það er húsnæðiskostnaðar sem hlaupir alltaf á ekstra bilinu 200-400.000 krónur á mánuði að vitum við hvernig ástandið er. Við vitum allar þessi mælingar og það er raunni vítavert að vera ekki að bregðast við þessu og afsaka sig með einhvers konar íhlutunum sem að augljóslega leysa ekki vandan eða þá aðgerðarleysi sem er byggt á því að við vitum ekki nákvæmlega hvernig staðan er og hver greiðslubyrðin er nákvæmlega upp á krónu. Það er bara ekki boðuleg orðræða að það sé einhver ástæða fyrir því að sé ekki að bregðast við. Við verðum að bregðast við þessu, ríkið ber skyldu til þess að
að bregðast við þessu og ríki verður þá, ef að sveitarfélögin gera það ekki sjálf, að taka málin í sína hendur og byggja sjálft eða láta sveitarfélögin byggja sjálf vegna þess að það er augljóst að markaðurinn ætlar ekki að leysa þetta. Markaðurinn þrífst á því að viðhalda hæfilegum skorti. Það er nóg að sé einn íbúðalítið. Það er nóg að vita af því, það er einn íbúðalítið að þá hækkar húsnæðisverð upp á öllu valdi og ágang og fjárfesta á húsnæðismarkaðinn núna vegna þess að það er ekkert skjóli í félagslegu húsnæði eins og Yngvi komið inn á, við erum niður í 3%, þetta er langlægsta hlutfall í Evrópu á félagslegu húsnæði, langlægsta. Við sáum hvergi svona tölur. Og það að ríki hafi verið með stofnun starfandi í 14 ár sem hafi það eina markmið að selja félagslegt húsnæði frá sveitarfélagunum fram til 2017 sýndi bara viljan í verki. Þetta voru einbeitt áform að láta félagslegt húsnæði nánast hverfa markaðnum þannig að markaðurinn, hinn hagnaðardrifni einkamarkaður, sæti einn að húsnæðisuppbyggingu og þar að leiðandi missa stjórnvöld náttúrulega bara ítök sín og þar að leiðandi geta þau ekki staðið við skyldur sínar samkvæmt lögum. En það eru skyldur samkvæmt lögum sem eru fyrsta markmið. Það er ekki það að geta treyst á markaðinn sem hefur ekki hag af því að vera með jafnræði eða jafnvægi húsnæðismarkaði. Þannig að auðvitað á ríkið að gangast þessum skyldu sínum og ekki treyst á markaðin vegna þess að hann er ekki að fara að leysa þetta, hann hagnast á ójafnvæginu. Áður förum yfir í næstu spurningu, það verður nú að gefa samt Birni kost á að svara fyrir sig að því að sannarlega má segja það sama. Alveg viss hvort það að vera að tala mig varandi óboðlegu umræðin eða ekki, var það Já, málið? Mér finnst þetta ekki boðlegt að segja að það sé ekki grundvöldið til einhverja ákvörðun að taka varandi húsnæðismarkaði. Það var ekki það sem ég sagði, nei. Heldur. Ég sagði að það þyrfti tvímælalaust að byggja. Það var það sem ég sagði. Já, en þú talar það að væri raunin ekki hægt að taka afstöðu til þess hver þörfun væri. Það er hluti af feluleiknum hjá stjórnvöldum. Það er ekki það líka. Hver er feluleikurinn? Að svara okkur ekki hvar sársaukamörkin að þróast í hækkandi verðbólgu og vöxtum til þess að sé að þetta bregðast við til dæmis með húsnæðisbótum. Já, sársaukamörkin fólki að úti finnur þau öll saman. Þú veist alveg að það er löngu komið yfir þau. Við ætlum að leggja til breytingatillögur það hvað þarf til þess að koma til móts við það, þá vita þau ekki svarið. Það er óábyrgt. En Björn, við eigum nú alveg svolítið eftir á tímanum og þú færir svona varlega af stað má segja með því að efast forsendunar sem eru gefnar og svoleiðis. Ef að ríki ætlar að standa við skyldur sínar þá þurfum við líka að vita hvar við eigum að pota í ríkið sem ekki að standa við skyldur sínar. En er ekki líka undirliggjandi spurning má segja sem má kannski skýra hvað segja Píratar það burtsér frá tölum kannski hvort eigi að byggja eða auka veg félagslegs húsnæðis. Það er það sem við erum að vinna fyrir til þess eins og í Reykjavík. Mér langar að halda þess áfram með þetta. Ég er ekki alveg búið með félagslegt mál því að ef við skoðum hvernig önnur lönd hafa gert þetta sem hafa útvistað þessum félagslega þætti til sveitarfélagana eins og Frakkland. Þeir eru með kerfi sem ég skamst á HLM, mér dettur ekki hugur að bera það fram á frönsku. En það snýst það að sveitarfélagin í Frakklandi þeim er skylt að byggja 25% húsnæði félagslegt og ef þið gera það ekki þá er það bara fésektir. Hérna á Íslandi hins vegar þá eru húsnæðislögin frá 1998 þau segja bara eftirfarandi að sveitarfélagunum ber að hafa frumkvæði að því að hjálpa fólki með húsnæði. Áttum okkur orðinu frumkvæði, ekki skildað eitthvað slíkt heldur frumkvæði þýðir, heyrðu, ertu í vandræðum að koma að hjálpa þér? Það er svolítið þetta. Á meðan þetta er náttúrulega langt í frá í dag. Þess vegna veltir maður fyrir sér hvort að húsnæðislög sem segja þetta virkja því það er engin viðurlög. Þú veist það, þú átt að bjarga okkur þetta en ef þú gerir það ekki þá skiptir það engu máli. Þarf ekki aðeins að skerpa á þessu líka. Þú veist, ef að sveitarfélögin að því við erum búin að láta ábyrgðinni þeirra hendur, þau eru ekki að standa sig, þarf þá ekki eitthvað að skerpa á því hvað er gert við því? Hvernig byrja? Ég get alveg byrjað ég glemdi nú áðan að því þú nefndir að húsnæði væri mannréttindi og ég held að ég hef nú orðað þannig við þig daginn að fyrir mér er bara húsnæði grunnþörf. Við þurfum öll svona öryggi og þak yfir höfuð til þess að bara tryggja okkur það að við séum getum bara verið í þessu öryggi sem við öll þráum. En ég er alveg sammála því og ég held að
Ég held að því ég nefndi hér rammasamningan áðan sem að Sigurður Ingi kom með og hefur verið að semja við sveitarfélög alveg þar til hann fór í fjármála- og efnahagsráðuneytið, að þar ákveðið hlutfall. Ég bara, Björn, þú manst það með mér, sko, ég ekki 20 eða 25. Ég held að það sé slíkt, sko. 5% félagslegs húsnæði og svo óhagnaðardrifið húsnæði sem ekki skilgreint hvað þýðir. Nei, það sennilega bjarg og íbúðir fyrir námsmenn og svo framvegis. En það ekki, í þessu munnlega próf ekki gefið sko mínus ef maður man ekki alveg tölurnar. Nei, maður reyndar að rifja þetta allt upp hérna, sko. Ég bara segja, ég held að það sé mjög mikilvægt og hef verið talsmaður þess. Ég líka talsmaður almenna markaðarins og hef bara sagt að við þurfum að byggja meira. Ég líka hef alltaf sagt það og hef gert það sjálfur að þegar sveitarfélög að skipuleggja ný hverfi að það sé gert ráð fyrir fjölbreytileikunum innan hverfisins. Mér finnst það bara mjög mikilvægt að það séu íbúðir af öllum tegundum og gerðum inn á nýjum svæðum og nýjum hverfum og það bara formúla sem að ég held að hafi muni virka. Við sjáum það bara, við erum allstaðar í vanda, við erum í vanda á almenna markaðurinn vegna þess að það skortur. Ég veit að leigjendur finna fyrir því vegna þess að það skortur líka á leiguhúsnæði. Þannig að ég held að við komum alltaf niður á sama stað. Við þurfum að byggja meira en við þurfum mögulega að setja einhverjar ákveðnar svona kríteríur og reglur í kringum og umgjörð í kringum skipulag á nýjum hverfum og ég held að við höfum verið að reyna að feta í þá átt með svona skynsamlegum samningum á milli ríkis og sveitarfélaga með ákveðnum stuðningi frá ríkinu þegar kemur að uppbyggingu nýra hverfa og nýs húsnæðis. Má aðeins skjóta henni bara varandi sko, orðræðuna sjálfa að þið talið sem félagslegt húsnæði sé þá hluta af einhverju svona fjölbreytileika. Nei, við tölum bara skemmtileg framsetning sko. Nei, þetta er engin framsetning vegna þess að sko, við erum bara með kerfi sem heitir almenna íbúðakerfi og það er allt undir þar. Það eru félagsleg húsnæði sem að sveitarfélögin geta verið að byggja með stuðningi og framlagi og það eru þessi óhagnaðardrifnu félög sem við þekkjum hérna frá verkalýðshreyfingunni, Bjarg og slík félög, þannig að það er allt undir í þessu almenna íbúðakerfi sem að ég lít svo á að hafi komið kannski í staðinn fyrir gamla verkamannabústaðakerfi að einhverju leyti og við þurfum svo sannarlega að halda áfram að þróa það í þá átt að við séum að fjölga húsnæði þessari stærð og gerð. Já, sko, ég varandi þessi hlutvöld, þessi markmið sem er í þessum samningum, það sem verður að tala um 5% af húsnæði eins og Reykjavík til dæmis. Er það að tala um þá rammasamninga? Já, rammasamningana, stefnunni á sveitarfélögum, það sem gert ráð fyrir 5% af félagslegu húsnæði og alltaf 25% séu í einhverju óhagnaðardrifnu rekstri. Þetta er náttúrulega ekki náðst fram að ganga, bara alls ekki. Bjarg er búin að byggja 800 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu frá 2016, 8 árum. Þetta eru 100 íbúðir á ári, þetta er ekki 25%. Þá kemur kannski að lóða framboðinu og ég veit að Bjarg hefur verið að kvarta. Nei, ég veit að Bjarg hefur fengið vilirði fyrir lóðum í Reykjavík, en þær hafa ekki komið til úthlutana. Það er sko þessi rammasamningar, þegar að verða að útvista þessum rammasamningum í stærstum hlutan til inn á einhvern enga og hagnaðardrifin byggingamarkað, þar sem að í rauninni kraftarnir felast í því að viðhalda bara ákveðnum skorti til þess að húsnæðisverðið hækka endalaust, þá hefur þetta ekkert að segja og 5% af félagslegu húsnæði sem að sveitarfélögin eru að kaupa sjálf á opnum markaði, það hefur ekkert að segja varðandi sko aukningun á framboði eða skapa jafnvægið eða skapa valmöguleika fyrir fólk til þess að komast í húsnæði þar sem að er skjóli fyrir svona okri sem að viðgengst bæði á kaupendamarkaði og leiðendamarkaði. Þannig að sko það hefur sýnt sig að þessi samningar, þeir hafa rauninni ekki breytt neinu. Þannig að þetta eru samningar sem eru meira svona tilmæli sem maður myndi skilja ef þetta væri Framsóknarflokkurinn og stjórnvöld hefði verið í stjórnarandstöðu og væri með eitthvað svona plan eitthvað, en þetta er umverulega aðgerð. Sveitarfélagi skuldbundur sig til þess að afhenda lóður og búa til svæði. Já, þetta er skuldbinding, en samt hefur ekki... Þetta er undirritaður samningur á milli ríkis og sveitarfélaga. Já, en það hefur ekki verið staðið. Báðir aðilar sem að sko staðið og ekki staðið. Ég man ekki hvað er langt síðan að Reykjavíkurborg skrifaði undir samning, hvort það séu 2 ár síðan sko, og ég held að menn séu svona núna að reyna að útbúa svæði þannig að það sé hægt að koma þessu í gagnið. Ég held að það sé allir
aðilar meðvitaður það ríki og sveitafélögum, ég veist svona skilningurinn á verkefninu vera að aukast og við sjáum það bara að svona allar spár sem voru gerðar hér 2015 til að mynda þegar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt að forsendur þar hafa breyst, okkur hefur fjölgað mikið mun meira heldur en þá var gert ráð fyrir og menn þurfu svona aðeins að horfa á stóru myndina, hvað getur Hafnarfjörður gert, hvað getur Kópavogur gert, Mosfellsbær og svo framvegis. Við getum ekki bara hent allir ábyrgð þó að ég hef verið gagnrýninn á Reykjavíkurborg í mörg ár. Við getum ekki bara hent allir ábyrgð þar til þeirra að þeir eiga að byggja fyrir alla hópana. Framsókn er komin í borgarstjórn það breytist ekki neitt. Ég meina, ég hef bara trú á Einari, hann er núna að reyna að leita nýju landi til að byggja. Við rífumst nú aðeins í þinginu. Dreifa þessar ábyrgð fullt af sveitarfélögum. Akkur tekur ríkið ekki bara ábyrgð? Við verum átt okkur af því, nú hef ég setið í sveitarstjórn og ég veit bara hvað það þýðir að byggja ný hverfi. Það er þvílíkur innviðakostnaður fyrir sveitarfélögin og það er ósanngjarnt að það sé eitt sveitarfélag. Þetta gerði sveitarfélögin hérna í áratugum. Já, það er bara ósanngjarnt að það sé eitt sveitarfélag. Nei, ég er að segja, sveitarfélögin geta gert þetta. En þau þurfa bara öll að hafa tækifæri til að gera þetta. Og það er það sem ég veist, að því að ef þú horfir á Hafnarfjörð, Guðmundur, að því ég nefndi þetta áður við þig, að það er allt land búið til uppbyggingar í Hafnarfirði, allt. Það er eitt svæði eftir og það höndlar 600 einingar og íbúðum til ársins 2040. Það sama er með Kópavog. Reykjavíkurborg á sitt land, Garðabær á eitthvað skika og Mosfellsbær, en þessi tvö sveitafélög sem eru þess stærsti eiga í raun og veru ekkert land til þess að fara í svona að byggja ný hverfi. Einu svæðin sem þar eru laus eru gróin iðnaðar hverfi, það sem er bara blómleg atvinnustarfsemi í dag og það við vitum það bara og þekkjum sem höfum komið nálægt skipulagsmálum, það tekur tíma fyrir sveitafélög að rífa slíka starfsemi upp með rótum og færa annað og hefja svo uppbyggingu á þessum svæðum. Það bara tekur mikið lengri tíma heldur en að skal ég segja að brjóta nýtt land samhliða því að þetta byggð. Þannig að ef við ætlum að byggja hratt upp að þá verða öll sveitafélögin hér, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að þar er nú bara massin af fólkinu, hann er stattur hér á höfuðborgarsvæðinu, að þá verða öll þessi sveitafélög að hafa getu og svigrúm til þess að skipuleggja ný hverfi og þetta byggð, bara svo þið takið það fram. Það er mjög mikilvægt fyrir sveitafélög að þetta byggð vegna þess að við þurfum að nýta dýra innviði betur en við erum að gera í dag. En má ég aðeins spyrja bara eitt svona astna spurning. Af hverju er svona lítið lóðaframboð? Er ekkert hægt að gera í því? Ég er búin að nefna í mörg ár og við Björn tókumst nú á í þinginu fyrir einhverju síðan einmitt þetta. Ég nefndi þá svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og ég sá þetta mjög fljótt þegar ég var að ljúka mínum ferli 2021-2 í sveitarstjórn að landið væri að vera búið og ég held að það hafi, og ég er ekki að gera lítið úr neinum þingmann eða neinum, að ég held að menn hafi ekkert átt að sá því hvað svæðisskipulagi væri, bara þekktu það ekki yfir höfuð sko. En ég finn það núna á umræðunni að ég er allt í einu farin að taka eftir því að ólíklegustu aðilar eru farin að benda á svæðisskipulagið, að segja að það sé vandamál og ég held að kannski menn hafi tekið á stórt upp í sig margir hverjir. Það sem ég hef verið að tala um í þessu, þegar ég tala um að sveitafélögin þurfa að koma sér saman um að taka upp svæðisskipulagið og svona aðeins að íta línunni þannig að sveitafélögin hafi svigrúm til þess að brjóta nýtt land. Ég er ekki að tala um að fara lengst upp í fjöll með þessa línu sko. Ég er bara einfaldlega að segja ef að sveitafélögin, hvaða sveitafélög sem það er hér á höfuðborgarsvæðinu, sér tækifæri og á land til þess að brjóta fyrir byggð, nýja byggð, að þá eigum við að leyfa sveitafélagin að gera það vegna þess að ég segi bara eins og ég sagði hér áðan og hef sagt margoft á í þinginu, í fjölmiðlum og hér að forsendur hafa breyst, okkur að fjölga mikið meira heldur en áætlanir að gera ráð fyrir, það þýðir að við þurfum að byggja meira heldur en áætlanir að gera ráð fyrir og við þurfum þá að hafa svigrúm til þess að svona hvað segir maður, geta annað þessar uppbyggingu sem að við sjáum held í öll og erum öll farin að sjá að er þörf á í dag. Svo nú er hálfur tíminn búinn, við erum bara helmingin eftir, við erum bara búin að fara aðeins í félagsleg mál, þannig við þurfum að vera kannski aðeins. Þetta var að vera gaman. En þetta er náttúrulega sko eitt bara örstutt varandi þetta að byggja meira. En þá er spurningin bara hver ætlar að gera það og á hvaða forsendum vegna þess að það sem er verið að byggja, það endar í höndunum á stóraukna fólki og fyrirtækjum og er svo legt út á okurleigu. Þetta er rétt sem að
sem að Ágúst Bjarni segir, það er ekki gert ráð fyrir íbúðabyggð nægjanlega innan svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins, þó að Reykjavíkurborg sitja á skipulagi til dæmis fyrir Úlfarsdalinn sem að þrefaldar byggingamagnið þar. Þá er fullt af landi hérna innan höfuðborgarsvæðisins sem er hægt að nýta undir byggð. Við erum til dæmis eina höfuðborginni bara held ég í heiminum þar sem eru 11 gólfvellir innan bæjamarka sveitafélagana. Þetta er náttúrulega eiginlega sko ótrúlegt, þetta er sko 5-falt stærri heldur en Reykjavíkurflugvöllur. Hvað er mörg? Já, svo er flugvöllurinn. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað sem að standi í vegi fyrir þessu, en landnýting hérna greinilega henni er ábótavant ef að þetta er vandamál að það er ekki til land til þess að byggja á, en við erum samt með flennistóra fleti sem að eru notaður undir eitthvað allt annað heldur en að hýsa fólk og ég sko svona vara við því að þessu sé þetta sé sett í hendurnar á einkaaðilum í staðinn fyrir að sveitafélögin byggja sjálf, vegna þess að markaðurinn hefur ekki getað byggt þetta var fyrirséð, þetta er ekki eins og þetta hafi einhvern veginn orðið allt komið óvörum þetta ástand, það er búið að benda á þetta eiginlega bara frá hruni þegar húsnæðisuppbygging dróst saman og var það engu í nokkur árabil, að það myndaðist þarna stór hali sem að menn hafa rauninni ekkert verið að bregðast við þrátt fyrir að það hafi verið byggt meira núna á síðustu 3-4 árum heldur en áður í sögunni, þá erum við náttúrulega líka með byggingariðnar sem er miklu fullkomnari, við erum miklu fleiri manns einstaklingar sem vinna í þessu, við erum tvöfalt fleiri heldur en til dæmis þegar var verið að byggja Breiðholtið, þannig að getan okkar ætti að vera 2 sinnum meiri heldur en þegar var verið að byggja Breiðholtið sem að þá var nánast á pari við það sem er í dag. Þannig að sko að það er ekki rétt að segja eða halda því fram að það hafi verið byggt meira núna heldur nokkuð tíman áður ef við horfum til íbúafjöldans í hlutfalli, bara vegna þess að við verðum að mæla þetta í hlutfalli, að sko ef við miðar þetta við hlutfallið af íbúafjöldanum í Reykjavík til dæmis á millið 1960-70 þá byggt miklu meira sem hlutfalla íbúafjölda og sem hlutfalla stærð hagkerfisins heldur en búið að vera að gera på síkast. Ég er ekki að segja að við getum ekki byggt meira, ég er alveg sammálaður það, við þurfum að, ég er bara að segja að þetta er þessi árafjöldi sem ég nefndi hér á 1924 er mesta uppbyggingaskeið Íslandssögunar. Það er bara staðan. Ef ég má aðeins verðbólgukrónur húsnæðiskreppi í 15 ár, það er bottom line, þetta ekki. Ef ég má aðeins innan, að því við nefndi hér svæðisskipulagi að Guðmundur kom aðeins inn á að það er raunar þannig og það má alveg segja með réttu að það sé hægt að benda á svæðisskipulagi og segja þrátt fyrir alla forsendubreitningar að þá eru til svæði það sem hægt er að annað þeirri uppbyggingu sem framundan er. En vandamálið er bara það eins og ég sagði hér áðan að við erum með á mörgum þessum svæðum blómlega atvinnustarfsemi í dag og það tekur tíma að rífa hann upp og færa annað. Það er bara það sem ég hef verið að benda á. Ef við ætlum að hraða þessari uppbyggingu sem við sjáum öll að nauðsynlega er að þá verðum við að færa línuna örlítið út og búa til svigrúm fyrir öll sveitafélög þannig að við getum byggt íbúðir fyrir fólkið okkar. Það er það sem við viljum öll. Og ég ætla bara að segja að því að Guðmundur nefndi hér í lokin varðandi það að anna íbúðabygginguna og við höfum gert þetta áður, ég er sammála og við höfum heyrt Seðlabanka með þess að segja það á opnum fundum að það séu allir að byggja hús í dag sem að haldi getu á Hamri. Svo sjáum við bara það, ég var á fundi með meistarafélagi iðnaðarmanna í Hafnarfirði daginn, algjörlega brjálaðir yfir þessum orðum vegna þess að framkvæmda vilji aðila er þrátt fyrir ástandið, háa verðbólgu og vexti gríðarlega mikill. En hvað segja þeir? Ég var með húsnæðisfund í Bæjarbíó fyrir fullum sal 14. ágúst og hvað sögðu verktakarnir? Þeir bentu út í sal og sögðu ég vil bara allir sem að hér inni heyri það er ekki verið að úthluta lóðum til okkar. Hvort sem að það er þá Bjarg eða önnur félög, það er bara engin lóð til útlönduna. Einu lóðirnar sem er í boði eru lóðir á þétningarreitum sem að þarf oftar en ekki að kaupa þessum lóðarbröskurum. Það sem lóðir hafa gengið og kaupum og sölum einu sinni, tvisvar og jafnvel oftar. Það sem menna hafa verið að labba út jafnvel með mörg 100 milljónir án þess að lyfta Hamri. Og þetta er bara hrikalegt, en hver seldi þessu lóðarbröskurum þessar jarðir á sínum tíma? Þetta eru oft þessi svæði sem ég
ég að nefna, þessi svokölluðu þéttingarsvæði, þar sem eru blómleg atvinnustarfsemi, þar sem menn eiga bara fyrirtæki og sjá möguleikan á því að þarna muni á einhverjum tímapunkti þróast starfsemin, þróast í þá átt að þarna muni koma íbúðabyggð og oftar en ekki hafa menn verið að taka bara séns, ef svo má segja. Já, séns eða einhver hugmyndafræði, eins og það var ekki tísku að tala félagslegt, orðið félagslegt var nú bara ekki tísku, þannig að markaðslegt var... Nú ég að tala kannski bara íbúða uppbyggingu almennt. Jú, en samt það einhver búin að selja þessar jarðir allar undan okkur. Nei, það er bara fyrirtæki, það er það sko. Við byrjum hérna á að pæla í því einmitt svona hver bæri ábyrgðina, ríkið, þessi ábyrgði lagalega séð á sveitafélögum eins og þú orðaðir hérna. En ég hef ákveðna vorkunn gagnvart sveitafélögunum. Það er ákveðið valda ójafnvægi á milli ríkis og sveitafélaga sem er ekkert annað heldur en það er bara reipitóg peninga. Ofbeldissamband jafnvel. Það er það. Þegar sko ríkið í rauninni heldur á nokkurn veginn öllum svona tekjustofnunum. Það er allt kemur til alls. Sveitafélög eru með fasteignagjöld og tekjuskatt og jöfnunarsjóðinn. Það fyrir ekki útsvarið sem sagt af tekjuskatti. Og er sífellt verið að bæta á sveitafélögum verkefnum, meðal annars þessu verkefni, að bara sinna ákveðinu frumkvæðaskyldu. Eru þau með fjármagn til þess þegar maður síðan skoðar allt annað sem þau eiga að sinna, grunnskólan og leikskólan er ekki eins og lögbundin, þannig að þú veist, það er mjög flókið í rauninni svona flókin staða sem sveitafélögin eru í. Þau eru að reyna að gera vel fyrir íbúða sína en hafa ekki svigrúmið til þess rauninni bara fjárhagslega séð að sinna því. Og þá komum við að íbúðakostningum og ýmsu svoleiðis hvernig forgangsröðun er og alveg í sveitarstjórnir upp og það hvernig einmitt á að forgangsröða fjármunum og þess aftar sem er annað bara mál út af fyrir sig. Allavega, ég hef smá vorkunn gagnvart sveitafélögunum af því að þetta reipitóg, þetta valda ójafnvægi sem að ríkið beitir iðulega sveitarstjórnum í rifrildi jöfnunarsjóðun og svo framvegis að setja á lögum réttindi fatlaðs fólks til þjónustu og fjármagnar ekki á sama tíma og bara þetta er rosalegt. Þannig að ég skil það að sveitafélögin eigi erfitt með að sinna alls konar frumkvæðaskildum. Bara svona byrjum þar. Þannig að ég er á því að sko ábyrgðin sé meira á ríkinu með tilliti til þess og samningsins eins og var nefnt hérna áðan. Og sko, ríkið er alltaf að halda að sér höndum á rosalega margan hátt. Það segir okkur ekki satt til dæmis heilbrigðisþjónustu eða menntun eða hvernig við sinnum löggæslu eða fangelsismálum. Við fáum fjárlög inn í fjárlaganefnd sem að maður spyr, er þetta að uppfylla lög fullnustu refsingu fanga? Og fangelsismálastjóri segir nei. Og ég spyr á móti af hverju leggur þá fram þessa fjármálaáætlun sem að fyrir þína stofnun sem að næri ekki að uppfylla lögin. Bara svona svarið er í alvörunni, ég held að ég myndi aldrei fá þann pening. Og það gerir það verkum að við sem þingmenn sem eigum að greiða atkvæði fjárheimild fyrir þessu og alveg niður í að sveitafélögin getur náð að sinna frumkvæðaskyldu sinni íbúðaþörf. Við höfum í rauninni ekki hugmynd hvort að það sé rétt sett fram í fjárlögum að það sé hægt að sinna þessu. Þannig að sveitafélögin enda í rauninni bara með stuttastráið bara að reyna að redda öllu hlaupandi og með allt og lítinn pening til þess. Ríki ber ábyrgðina, það finnst mér nefnilega líka. Ríki ber tvímælast ábyrgðina og við þurfum að hugsa þessu að þetta er beinhörð peningapólitík. Þegar það var að tala til dæmis lóðirnar og þessi skortur á lóðum, tölunar segja nei. Lóðir sem eru tilbúnar til þess að bara hefja framkvæmdir við byggingu íbúða eru fleiri heldur en íbúðunar sem að þarf til þess að byggja til þess að ná upp þessari óuppfylltu íbúðaþörf. Þannig að það eru til fleiri lóðir en það eru í höndunum á þessum aðilum sem eru bara að ganga með þar kaupum og sölum. Lóðabraskurum, ekki? Og það var lagalegt vandamál sem við fórum einmitt í vor að laga en því miður þá er það dálítið framvirt þannig að lögin fær ekki að taka gildi fyrir enn í rauninni núna á næstu árum. Þannig að það verður vandamál í smá tíma í viðbót. Uppbyggingarheimildina. Það er samþýtt og deiliskipulagi. Ég veit en þetta er vandinn í hnotskurn að þegar að samtök atvinnulífsins koma að segja að það er lóðaskortur þá er það rangt
en þau meina lóðaskortur fyrir sína félagsmenn sem rétt þar að múranir og heimitt og byggingaraðalinn og sliðis, þeir fá ekki lóðir það af því að búið að taka erlar, það alveg rétt en það samt ekki lóðaskortur í heildina. Við langaði að ræða lóðamál og uppbyggingamál seinna og ég var með hérna skrifa niður, ég efast við komumst hangað félagana, við erum bara búin að ræða núna félagsleg málefni. Spurning 2 þá. Já, mér langar að fara aðeins yfir leigjendur sjálfa núna. Þetta eru 52.000 atkvæði í boði. Ok. Mér langar að ræða aðeins verðlagninguna. Við vitið þið einhverja vöru sem á markað á Íslandi sem tengist ekki kostnaði. Nú hef ég unnið á markaði sjálfur verið að verðleggja vörur í heildsölu. Þetta byggist alltaf upp og með kostnaðagrundvöll, svo ertum ákveðna álagningu. Þetta á ekki við í leigumarkað. Þú ert með algjörlega ótengdu kostnað. Eina sem ræður verð á leigu er raun og veru þörf leigjandans, skiljiði mig. Og ef við síðan skoðum að núna er 1 af hverjum 4 heimilum á leigumarkaði og þeir eru með 1 af hverjum 4 íbúðum, 1 af hverjum 4 íbúðum á markaði sem hættir að græða alveg óheyrilega á, sjáuð ekki að það hefur áhrif á verðmyndun á öllum markaðunum. Og við sjáum það til dæmis núna í svona aðdraganda þessara miklu vaxtahækkana, þá var viðkvæðið alltaf í öllum Facebook-hópum þegar að vera að tala hvernig á ég ávaxta peningi mín eða farið til banka og fengið ráðgjöf, þá var alltaf kauptu íbúðu leiðan út og allir hoppa á þennan vagn. Þetta er þetta íslenska fyrirbæri að leigja út og meiri sá formaði þinn flokk sem við talaði þessi voru vandamál að fólk sé að fjárfesta í steypu í staði fyrir nýsköpun eða fyrirtækjum. Það sem ég er að segja, að við séum bætum við þetta að fylgni leiguverðs á Íslandi við húsnæðisverð er 2-föld með Evrópu og bætum ofan á það að langflestar nýri íbúðir fara til fjárfesta, þá er eitthvað ekki að tengja þarna þegar þú getur grætt alveg ótæpilega einum hluta markaðarins, 1/4. Þannig að ræðu þetta, hvað finnst ykkur þetta? Þarf ekki aðeins að fara að hemja þessa græðki? Má ég aðeins bara grípa inn í að því að við erum, það eru svona meirihluti kallmanna hérna inni, þannig að fyrir þá sem eru að hlusta okkur í útvarpi og kannski voru að detta inn í útsendinguna, þá vil ég bara segja að hér er sá sem var að bera upp spurninguna er Yngvi Ómar Sighvatsson frá leigjendasamtökum. Síðan eru hérna 3 frambjóðendur, það er Björn Leví, oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins og í öðru sæti Suðvestur kjördæmis og Guðmundur Hrafn sem er oddviti sósíalista í Norðvestur kjördæmi. Já. Og við höldum áfram, hérna, við erum að takast á húsnæðismál. Mér langar að bregðast við þessu, þetta er mjög góð spurning vegna þess að Björn myndist hérna á Vínaborg rétt áðan. Þar er 60% pluss af öllu húsnæði í borginni félagslegt húsnæði og þar segir borgarstjóri húsnæðismála í Vínaborg að húsnæði sé ekki markaðsvara og það er virka ekki hefðbundin markaðslögmál varðandi húsnæði og þess vegna hafa stjórnvöld í Vínaborg nánast alla síðustu öldina ekki hrófla við þessu kerfi vegna þess að Vínaborg lífvænleiki Vínaborgar byggist upp á því að langstæsti hluti húsnæðis þar er félagslegt. Þeir eru búin að samþykkja það, þetta er ekki markaðsvara og svo er það líka þannig að það eru til lög í landinu sem að segja að til dæmis eins og í búvörulögunum að það eru til ákveðin vöruflokkar. Það er sagt að ef þessi vöruflokkur á markaði, ef markaðin er ekki þannig að hann geti búið til það sem er kallað sanngjörn verðlagning, þá er verðstýring á þeirri vöru og þetta finnst okkur líka þurfa að vera varðandi húsnæði vegna þess að þetta er ekki hefðbundin markaðsvara, við getum ekki verið ánennar, það getur enginn valið þetta frá, þetta er fyrsta frumforsenda allra okkar velferðar og rauninni virka engin velferðarkerfi ef að þetta er ekki í lagi. Þess vegna ætti þetta ekki að vera markaðsvari sem ætti að vera umlukin bara þessum markaðslögmálum en það er það þannig í dag og við sjáum það bara eins og Yngvi var að tala um að 2-falt meiri fylgni á milli hækkunar á húsalegu og við hækkun á húsnæðisverði í Íslandi heldur en annars staðar í Evrópu. Við erum líka með húsalegu sem er komið langt upp fyrir hlutfall af ráðstöfunum tekjum fólks. Við erum með næstu 50% leigjenda sem borga tæplega 50% af ráðstöfunartekjum sínum í húsalegu sem er 4-falt meira heldur en annars staðar í Evrópu. Sem sýnir okkur það að markaðurinn hann er ekki að virka, hann getur ekki tekið á þessum vandamálum, hann getur ekki búið til aðstæður sem fólk getur lifa við. Við getum verið markað með rjómaís og vetardekk en á húsnæði á ekki að ríkja markaðslögmál, minnst á kosti þurfum að vera með félagslega reiki markað sem er svo stór að hann er alvöru valkostur og heldur í við hreyfingar á markaðnum eða þessum engamarkaði. Hann getur ekki verið með 95% af öllu húsnæði á Íslandi hagnaðardrifin engamarkað
einkamarkaður vegna þess að markaðslögmál þau virka ekki með húsnæði. Þau skapa bara síkandi verð og skort. Það hefur sýnt sig allstaðar og það er að sýna sig núna. Það er svona verið að horfast í augu við það. Við getum ekki bara sagt, já, við ætlum að reyna einhverja samninga við sveitafélögum, við ætlum að reyna að setja eitthvað svona 5% hérna og eitthvað hlutdeildarlán og stofnframlög. Við verðum að gangast við því að þetta kerfi gengur ekki upp. Við vorum með 3 kerfi hérna, meira með alla síðustu öld. Við vorum með samvinnufélögum sem byggðu 20.000 íbúðir. Þar voru eingöngu byggingakostnaðurinn sjálfur, framkvæmdakostnaður sem fór í annarkvort lánagjöld til þeirra sem tóku við húsnæðinu eða húsalegu. Það var eingöngu miðað við byggingakostnaður. Það var engin fasteignarsala, engin markaður og ekkert uppsöfnað verð. Svo voru það sveitafélögum sem byggðu 13.000 íbúðir. Það er ekkert slíkt kerfi í gangi núna. Við erum bara með hagnaðardrifin einkamarkað sem á að leysa þessa grunnþörf þar sem að markaðslögmálin virka ekki. Hvað ætlum við að gera í þessu? Við getum ekki haldið svona áfram og getum ekki treyst því að markaðurinn getur leysið þetta og við getum ekki sagt við landa okkar að núti sem að komast ekki annars vegar úr foreldrahúsum á vergangi eða að borga allt upp til 80-90% ráðstöfun tekið í húsalegu að við ætlum samt að reyna áfram. Við ætlum að reyna áfram að laga þetta með þeim meðlum sem að sköpuðu vandamálið. Ég segi bara nei, alls ekki. Þessi tilraun henni lokið að þínum mati. Algjörlega. Og þá verður eiginlega bara að leita aftur í aðra lausn en stjórnvöld hafa verið að lappa upp á og kannski allar tillögur sem liggja fyrir núna í kosningabarátunni eru meira og minna tillögur til þess að reyna að retta þessari aðgerð í staðin fyrir að snúa ofan af því. Kannski vegna þess að þú segir Björn að því að tölurnar þær tala ekki alveg nógu skýrt, mælingarnir eru ekki nógu skýrar. En ef litið er til raunbervitni, sem sagt, ef litið er til reynslu og stöðu almennings og leigjanda og þá líka bara fólk sem ætlar að kaupa sér húsnæði, ungs fólks, að þá er staðan það slæm að það er allavega mjög sannfærandi að verða að gera eitthvað aðeins meira róttækt heldur einhverja samninga sem síðan er ekki fylgt eftir og láta þá eins og mann virðist að vera. Það er eitthvað svona, já, nú, þessi samningur er gerður, já, svo er ekki nóg húsnæði, en einhvern veginn akkur er þá ekki eitthvað gert í því, svo það er eitthvað svona máttleysi. Nú ert þú, þinn flokkur nú alltaf búin að vera við völd, þannig og kannski ekki sanngjarnt að vera yfirherra þig svona kannski, þú ert ekki búin að vera það er mjög sanngjarnt. En ég meina, þú ert ekki búin að vera ráðherra. Ég skammast mér ekki fyrir það. Ég meina, við erum bara með þá stöðu eins og ég nefni að bæði gerði ég það sjálfur sem sveitarstjórnarmaður að við byggðum mjög mikið, bæði á nýjum svæðum og þéttum byggð. Ég nefndi það hér áðan, á þessum tímapunkti hefur verið mesta uppbygging Íslandssögunnar og ég er ekki alveg sammála félaga mínum hérna á hægri hönd Guðmundi að það hefur ekkert verið gert á félagslegum grunni. Ég nefndi það hér áðan, á þessu tímabili hefur 3/4 íbúða verið byggðu með opinberum stuðningi. Þannig en staðan er kannski þessi, þurfum við að gera meira og betur? Já, ég er alveg sammála því að við þurfum að gera meira og betur. Bara allstar, heilt yfir, við þurfum að byggja meira og ég held að við séum með vonda stöðu, alveg saman hvort þú sett með almennamarkaðinn, sem ég er bara mjög hlynntur svo það komið fram þó ég sé að tala líka fyrir öðrum úrræðum sem að ég tel að séu og veit bara eru nauðsynleg og svo varðandi þessi almenna íbúðakerfi og svona, við þurfum að gera meira og betur og líka þegar kemur að leigumarkaðnum. Ég segi bara, þegar við erum með skort á íbúðum, við erum bara með skort á íbúðum, þá ertu bara með eitt verð og það er hátt verð, alveg sama hvort það sé á almennum markaði eða þegar kemur að leigu. Ef við værum með 5 kókdósir hérna, að þá værum við með eðlilegt verð því við vildum öll taka eina kókdós en ef við værum svo fækka eina þá myndi þetta virðið á hinum 4 hækka en mér finnst þessi leið Yngvi sem að þú nefndir og er búin að senda okkur mjög áhugaverð, bara svo það sé sagt Tengja við kostnað já, þú veist ég minna að skoða en mér finnst óábyrgt hjá mér að sitja hér núna ég er að segja það, mér finnst hún alveg þess virði að skoða hana og ræða hana bara af heilindum en ég get ekki tala og sagt að Framsókn í nákvæmlega þessa útfærslu en ég held að það sé við getum alveg sagt það að við þurfum að skoða einhverja slíka leið til þess að ná svona einhverjum eðlilegum
svo í Slettinu og svona einhverjum balans á þennan markað sko. En ég bara ítreka það sem ég bæði sagt við þið persónulega og segja það hér að mér finnst þessi útfærsla alveg þess virði að hún sé skoðuð og þá erum við reynu ef ég skil þetta svona rétt, ég er nú búin að reyna að krifja þetta að snúa svolítið módelinu við sko. Já, algjörlega. Erum við ekki að tala um húsnæði er ekki eins og kókdósir? Er það ekki svona grunnur? Nei, ég er bara að tala um það að þegar þú ert með skort á markað þá þetta hækkar verðið á vörunni hvort sem þú sett með íbúð sem vöru eða kókdós. Þess vegna nefndi ég bara og tók hérna líkindamáli og verið með 5 kók hérna, af því við sitjum nú 5 með borðið við viljum öll kaupa kók að þá erum við með eðlilegt verð en ef ég myndi taka eina en okkur langaði samt öllum í kók en það er svolítið góð myndlíking að því að kók er alltaf bara líking fyrir þetta ameríska módel sem við einhvern veginn tókum blindu. Já, þá myndi virðið á kókdósinni hækka og það sama þetta gerist með íbúð ef værum hérna 5 að berjast 3 eða 4 íbúðir að þá myndi eðlilega verðið og ég held að við séum öll sammála um þetta en við erum líka sammála um það að við ætlum að reyna að komast út úr þessu ástandi. En málið er Ágúst að skorturinn hann veldur einangrun aðstöðu sem veldur því að leigusölum er sjálfvald sett bara þeir ráða algjörlega hvað þeir velleggja vörunum sína á og það er vandamál og það þarf að bregðast við meðan ég er algjörlega sammála, skorturinn er vondur og við þurfum að komast út úr en ertu þá sammála því að það þurfa að hemja þessa sjálftöku á leigumarkaði það þurfa að setja ykkur viðmið að því að sjáum til núna ef vexti lækka því núna er allir sammála um það að það sé mjög erfitt að kaupa íbúðir að því að það er mikið að borga lánum en það eru 2 tímabil sem við vitum að hafa leiga verið hækka mest það var þegar vexti voru lægstir 2019-20 þá var gríðarlega aukning í leiguverði af hverju? Að því að fólk var að kaupa íbúðir til þess að komast inn í þennan markað og fara að græða síðan núna þegar húsnæðisbæturnar voru við ætlum að skoða það reyndar aðeins og eftir húsnæðisbótakerfið þegar þær voru hækkaðar þá aftur hækkar þannig að það þarf að fara það sem við erum að leita eftir er bara leigan sem er okkur lífsnauðsynleg á ekki að vera eina varan á markaði sem ber engum svona lögmálum eðlilegu lögmálum. Já, ég reyna að svara þér. Ég er bara alltaf að segja, ég er bara til í að skoða einhverju svona útfærslu. Bara svo það sé sagt, ég meina, og ráðherrann minn og formaður hefur þetta komið með einhvers konar útfærslu. Ég ætla ekki að segja hún hafi verið fullkomin, leigubremsa, eitthvað slíkt sko. Eitthvað í þessa átt sem að þú hefur verið að kynna. Ég er bara mest sjálfsagt og eðlilegt að skoða þetta. Já, hvað segir þú? Mér finnst bara mjög eðlilegt að ef að leigan er orðin það há að hún er í rauninni farin að borga fyrir eignamyndun leigusala, þá er hún ofhá og rauninni leigandinn er þá bara einfaldlega að eignast þann hluta sem hann er að borga fyrir. Það er bara eignupptaka. Það er ekki eignupptaka, hann er að borga fyrir það. Þannig að borga fyrir það að einhver annar eignist íbúðina er fáránlegt. Gjörsamlega fáránlegt. Og það er svona grundvöldurinn af því sem ég sé í sanngirninni í þessu. Sko, ég segi það að markaðurinn er að virka fullkomlega. En það er ekki endilega það sem við viljum hafa. Það er, sko, það er búið að vera að hanna það að þetta eigi að vera svona. Með séreignarstefninu og þess að það er búið að vera að vinda ofan með félagslega kerfinu undanfarna áratugi og það búið að búa til þetta kerfi viljandi og það er að virka fullkomlega eins og þeir sem breyttu þessu ætluðu sér að þetta myndi virka. Það er vandamál. Fyrir hverju er það helst að virka? Ef við getum nefnt svona, það er fjárfesta. Og sko kerfið er á þann hátt byggt, afleiðingin af þessu er að þau sem að hafa ekki efni á því að komast inn í séreignarstefnuna, eru alltaf fyrir utan, þetta er svona klassískt markaðsvandamál í rauninni að þeir sem eru með ráðandi stöðu á markaði, þau bara, að verður til þeir sem eru með og þeir sem eru ekki með, að til þess að aftur hjálpa fólki til að komast inn í séreignarstefnu markaðinn, að þá eru stjórnvöld alltaf að búa til alls konar svona styrki hingað og þangað. Borga inn svona séreignarsparnað og svo framvegis bætir við smáhóp sem getur hoppað inn í kerfið. Og það blæst það út þá ennþá meira og skilur eftir næsta hóp. Svo eldist það 2-3 ár og það kom ný kynslóð sem að bara hefur ekki séns á að komast inn í þetta kerfi og það þarf aftur að koma með einhvers konar aðstóð við að komast og kaupa sig inn í kerfið. Þetta er einmitt ranga hugsunin sem að við erum bara einhvern veginn búin að gleypa. Er það rétt orðalag? Þetta ekki? Kokgleypa, þannig komið þetta. Því að það eru til allt öðru sér lausnir í rauninni að þetta virki fyrir alla. Það var til dæmis gerð svona ákveðin bara hermun, svona samfélagshermun, núna með krafti gervigreindarinnar, þar sem að niðurstaðan í þeirri hermun var bara útrýmið leigusölum. Bara þeir sem að kaupa íbúðir með því, þeim markmið að leigja þær út
ef að þeir einfallega bara stroka þér út, má ekki, og þá jafnaðist íbúðaverð. Og eru þið Píratar með einhverja svoleiðis róttækalausnir eða svona djúpvirkar aðgerðar áætlanir? Grunnurinn að þessu náttúrulega að byggja meira. Óháð því hvaða kerfi, sem þetta blessaða markaðskerfi, að það hrýnur þannig sig sjálft sig ef að það offramboð íbúðum. En það? Er það svo ljóst að bara það byggja meira getur ekki bara verið að það einmitt fari, eins og þú segir, allar þessar bráðabótalausnir og að það fari eiginlega bara fóður í kerfið sem fyrir Þetta offramboðið. Óháð því hvort að við breytum kerfinu eða ekki, þá eins og vorum að tala um þetta áður, þá þarf samt að byggja. Ok, það þarf að byggja, en ertu ekki samt ennþá treysta markaðskerfinu ef þú segir að það muni í sjálfu sér bara, það muni einhvern veginn falla sjálfu sér? Nei, alls ekki, því að lausnin svo sama óháð því hvaða kerfi við notum. Það eins og að því það skortur að byggja meira. Síðan verðum við einmitt að fara að hugsa um þetta, hvernig heildin í þessu, hvernig dýnamikinn í þessu á milli kynslóða, hvernig, sem sagt, í rauninni, ég hefði viljað til dæmis sjá bara einmitt útreikning á því hverjir hvaða tekjubilum hafa efni á því að eignast íbúð, hvenær á ævinni og hvernig, tekið þróun hjá þeim því að þá munum við sjá mjög greinilega að það alltaf ákveðin hópur sem skilinn eftir útundan. Þá hljótum við að segja, þetta gengur ekki, við verðum að gera eitthvað öðru. Þessar tölur til í Hagstofunni, það búið að athuga með bæði eigið fé í húsnæðiseigni á öllum tekjutíundum. Þessar tölur er alveg til og það eru meira til fyrir árið í ár og einhver áratug eftir í tíman og þá sjáum við þessa þróun mjög greinilega. Það ekki aldursskiptingur, svo kom alltaf Jú, það eru líka aldursskiptingur og kom alltaf tímabil þar sem að það er markaðurinn ódýr og sem eignast íbúðirnar. Þetta er bara mjög auðvelt að skoða þetta, það eru starfsstéttir, aldurshópar, tekjutíundir og fjárhagsstaða þeirra í öllum flokkum, allstaðar. Þetta er ekkert mál að sjá þetta. En það er hins vegar þannig að þó að við ætlum að tala um kókdósina en aftur með 4 kókdósir við erum 5. Það væri kannski öllítið líklegra að kókdósirnar væri í svona bærilegu verði ef að til dæmis Ágúst Bjarni gæti ekki keyptar allar og myndir svo bara selja okkur svona sopa. Það líka það sem hefur áhrif vegna þess að venjulegt fólk sem að koma sér út á húsnæðismarkaðinn, ungt fólk, kannski unga barnafjölskyldur, það eru ekki aðlæti sem að spóla upp húsnæðisverði. Það er ágangur fjárfesta sem að sjá hagnað von á leigumarkaði. Þeir sitjum þetta húsnæði, við sjáum bara í ár eru 9 af hverjum 10 íbúðum sem hafa verið byggðar keyptar upp af fjárfestum eða stóreigna fólki. Það þetta sem þarf að stöðva líka. Þar með ekki nóg bara byggja. Byggja fyrir hverja? Nei, Grindvíkingar komu sem flestir allir fyrir í húsnæði, þeir eru inn í þessum tölum. Þeir fóru annað í sitt eigið húsnæði. Ég meina Þórkatla var að kaupa. Já, Þórkatla keypti af þeim. Það voru svona lögaðili inn á markaðnum. En þeir keyptu sjálfur á móti í eigin nafni. Kemur það ekki þá inn í þessar tölu líka? Jú. Það var 80% í fyrra, þegar var búið að reikna fyrir þessu, þá var þetta á nánastu summa, þetta var 89% fyrir 91%. Þetta er nákvæmlega sama tala, þetta eru 9 af hverjum 10 íbúðum far til fjárfesta eða stóreigna fólks. Þetta er það sem að viðhalda háhúsnæðisverði vegna þess að eftir svo miklu slægjast á húsnæðismarkaði og þetta þurfum við að stöðva. Í Noregi til dæmis, þar færðu bara ekki lán nema fyrir 30% af aukaíbúð og þetta borgar fjórfaldan fasteignaskatt. Á Íslandi getur þú farið í bankan, getur farið í Íslandsbanka, Arionbanka, Landsbankan og keyptir aukaíbúð út á greiðslu getu leigjandans, en hann getur ekki farið í bankan að fengi lán út af sín eigin greiðslugetu. En leigusalinn getur sagt, nei, ég ætla bara að fá lán og Guðmundur, hann borgar 300.000 á mánuði, en ég get ekki gert það sama í minn eigin nafni. Þetta þarf að taka á og þetta er miklu stærri faktor í háu húsnæðisverði heldur en skorturinn. Það er ágangur fjárfesta vegna þess að eftir svo miklu að slægjast og við verðum að taka á þessu. Við verðum að taka á því að fólk geti sópað þetta upp húsnæðinu og haldið þessu frá almenningi og leiktið út á okkur verði á meðan á skorturinn er svo mikill. Þetta er leikurinn og við sjáum það bara til dæmis af hverju eru fjárfestar að flýja hlutabréfamarkaðinn. Nú, af því að arðsemi á leigumarkaði, hún er tíföld á við það sem er á hlutabréfamarkaði. Arðurinn sem hún færði að verðmæti hlutabréfa svona almennt séður í kringum 1% af verðmæti hlutabréfarins, milli 0,5 og 1,4%, sveiflast svolítið milli ára, sem hún fær tilbaka í arðgreiðslu sem verðmæti af verðmæti hlutarins sem átti í ykkur fyrirtæki, en á leigumarkaði er arðsemin í kringum 6-7%.
milli 6-7%, þetta allt upp til 10-föld arðsemi á leiguhúsnæði með við hlutabréf, þó að ávöxtun sé meiri segja hærri á húsnæði. Hún hærri í sögulegu samhengi á húsnæði heldur en hlutabréfum og þetta skýrist bara út af því að þarna eru við bara óheft markaðsöfl sem viðhaldar skorti, þetta eru fjárfestar að sópa upp húsnæðinu, halda þessu frá almenningi og leigja þessu svo okkurverði og það alveg rétt að það þarf að miða þetta við kostnað. Ríkið sjálf búin að vera með löggjöf í áratugi þar sem að miða við að húsaleiga á bara miðast við kostnaðinn á húsnæðinu. Það er með brunabótamat. Það er til kerfi sem að heitir sko að húsaleiga á fasteignum eða íbúðarhúsnæði í leigu ríkisins er leigt árslegan 5% brunabótamati sem að mér finnst þetta persónulega hátt vegna þess að þýðir þú út að fá rauninni byggingakostnaðin borgaðan upp á 20 árum sem er alltaf 20 tími en það þýðir hins vegar að ef við myndum miða við þetta á almennu markaði sem er algjörlega augljóst að við ættum að gera þá myndi húsalega lækka svona 30% og það stemmir líka við alla skekkjuna í þróun húsalegu umfram aðra hagstærið. Bara við reiknum þetta út frá álag og lágmarkslaun, út frá verðlagi, út frá samfylgni við húsnæðisverð og bara greiðslu getu leigjenda og þetta umfram verð sem að borga, þá erum við alltaf að tala að húsalega er þetta 30-50-40% af há og þarf að lækka 30% fyrir núverandi verðgildi og það gerist ekki öðruvísi nema að það verið sett eitthvað regluverk í kringum þetta. Það þýðir ekki það að minnka eitthvað framboði vegna þess að erum við ekki með séreignarstefnu. Hvernig ætti takmörkun á leiguverði að hafa áhrif á séreignamarkaði? En þegar það talaði að setja slíka stefnur og lög, þá er nú oft viðkvæðið að þá sé verið að fæla frá fjárfesta og setja ykkur hömlur. Þá er það að segja, þá er það að byggja fyrir fjárfestana. En það kemur ekki fram að þá er við erum alltaf að fæla frá bara ungt fólk frá landinu og bara frá mannsamandi. Það virkir oft ekki smá lindamál. Smá lindamál, ég spurði innviðar á þeirra einmitt þetta því ég vildi komast að hversu margir voru að búa svona í hverri íbúð fyrir sig til þess að geta séð þetta álag Sigurðinga þegar hann var ráðherra til að geta séð þetta álag hvar væru rauninni börn að búa hjá foreldrum lengi og ýmislegt svoleiðis, hvar væri þetta eins og Bræðraborgarstíða sem var alveg hrúað endalaust mikið af fólkinu og svoleiðis. Þið vissuð ekki en það gátu svara einnig spurningunni það eru 4.000 tómar íbúðir á landinu. Þetta eru sem sagt íbúðir þar sem er enginn með lögheimili. Ef að allar þessar íbúðir væri einfallega bara seldar, notaðar þannig sem lögheimili og þá væri við nánast ekki með skort á íbúðum. Betur af hverju eru það tómar? Þetta eru íbúðir sem að eru sölu til dæmis svörtlegustarfsemi líka? Nei, ekki bara, það er kannski einhver sem á auka íbúð, þetta er íbúð kannski sem að Rafiðnaðarsambandið á í bænum fyrir félagar sem eru að koma, það er fullt af alls konar ástæðum fyrir því, góðar og slæmar ástæður. Þetta er Airbnb líka og svo framvegis. Þannig að 4.000 rauninni íbúðir sem eru ekki lögheimili myndi leysa í rauninni lögheimilis íbúðaskortin á bara einni nóttu ef við myndum breyta því þannig. Tíminn okkar er eiginlega á þróttum. Það er augljóst að við þurfum að hafa lausnir líka bara að skýra vandar upplýsingarnar þetta til þess að geta tekið sami betri stefnur og lög og líta líka greinlega í kringum okkur. Ég ætla bara að segja, ég má segja í lokin því ég var nú í heimsókn í Fjölbraut í Garðabæ í morgun við ungu fólki og svona, það sem var efst í þeirra huga var einmitt að komast út á húsnæðismarkaðinn og viljinn var til þess að eignast sitt húsnæði. Þannig að ég styð áfram séreignarstefnuna þó að ég sé mjög hlynntur því að við reynum að byggja hér upp traustan og öflugan leigumarkað með miklu meira öryggi og fyrirsjáanleika heldur en við höfum nokkuð tíman haft hér á okkar góða landi. Hvað gerum við þá við lífeyris? Ég meina lífeyrissjóðunum þegar maður fær meiri heimild. Nei, ég meina fólk getur ekki verið bara í leiguhúsnæði þegar það fer á lífeyri. Nei, þetta er alveg ég er sammála því. Það er ég meina lífeyrin, það er gallið við kerfi. Ég meina við lítum á þetta sem svona lífeyri í sögulegu samhengi hafa lífeyrissjóður verið að taka móti svona 4-5% af sínum sjóðsfélögum sínum verandi á leigumarkaði komandi lífeyrisaldur og við vitum það eftir rannsókn ÖBI og Vörðu að
lífeyrisþegar svo hópur sem hefur það allra verst af öllum á leigumarkaði. Við vitum líka að aldurshóparnir á leigumarkaði hafa stækkað og bara kringum 2016 þegar Hagstofan var að mæla þetta síðast, að þá voru 25% af þeim sem voru aldrei með 30, 60, 45 ára á leigumarkaði. Við sjáum líka að hreyfingarnir eru þannig að það er nánast líklega að læknast af ebólu heldur en að komast af leigumarkaði, sem er ebólun og skæðasta pestin sem er til í lífríkinu. Þannig að við erum að horfa upp á það verður kannski 25-30% af sjóðsfélögum lífeyrissjóðanna komandi á leigumarkað verandi á leigumarkað komandi á lífeyrisaldur, og þá erum við náttúrulega búin að eiginlega bara gjörbreyta þessari hugmynd okkar þetta áhyggjulausa hæfikvöld þegar að fólk fellur í algjöra örbygg. Þeir eru búin að vera í fátækt og við fátækramörk alla sína starfsæfi útslitið, að þá fyrst þetta er því algjöra örbygg komandi á lífeyrisaldur. Við verðum að ná tökum á þessu og við getum ekki skýlt okkur bak við það að einhvers konar inngripin í leiguverð á íslensku leigumarkaði muni hafa áhrif á uppbyggingu, að því þá erum við að segja ef að takmörk á leiguverði sem er orsök þessa ágangsfjárfesta inn á húsnæðismarkaðinn, ef að takmörk á leigumarkaði hefur áhrif á framboð uppbyggingu, þá erum við að segja við erum að byggja fyrir leigusalana. Að því að leigu þetta ætti ekki að hafa áhrif á almenna uppbyggingu ef það nú er til kaups fyrir venjulegt fólk. Þarna ásensat skylda ríkisins og þá sveitarfélögunni að koma til taks og vinna á móti þessu einmitt. En að því að við erum að búin með hann klukkutíma, ég vilja fá annan, það er sett núna, að því við erum bara rétt að byrja. Ég er búin að skrifa nokkra punkti viðbót sem eftir að fara yfir, en mér langar samt aðeins að staldra við húsnæðisbótakerfið. Nei, við getum ekki rætt það núna, tíminn er búinn. Já, má ég bara segja eitt punkt þá bara? Ok, ég ætla ekki að ræða hann, þið fá ekki tækifæri til að svara. En ég var á alþjóðaþingi samtaka leigjenda fyrra í apríl og ég sagði hvernig húsnæðisbótakerfið okkar virkar. Þess að við dæla skattfé inn á markaðinn en hafa enga verðstýringu og það var leigjað mér. Fólk bara spurði, hækkar þá ekki bara leigan? Ég alveg, jú. Hún bara hækkar. Við erum að borga 9,6 milljarða í fyrra í húsaleigubætur til ríkasta fólk landsins og líka þeir eru að veita húsaleigubætur til ungs fólk sem ætlar að fara að safna sig fyrir íbúð og skerðir það við tekjurnar því þeir eru að safna þá þarf það að vinna meira og fá meiri tekjur. Það heldur fólki inn í þessari fátæktargildu. Það þarf að endurskoða þetta kerfi. Það er, ef það er einhver frumforsenda þá er það þessi húsnæðisbótakerfið og tengja leigu við kostnað. Þá er það tvennt sem leigjendur þurfa. Breyta þessu. Takk kærlega fyrir góða og snarpa samræðu mikilvægt mál. Það er ekki nóg ef maður er með ebólu að fá sér C-vitamin eða kóksopa. Við verðum að gera eitthvað aðeins róttakara. Það er smá truflun hérna á upptökunni og útsettingunni vegna þess að það er svo mikið verið að byggja hérna við hliðina á. Sjálfstæðisflokkurinn. Það er Sjálfstæðisflokkurinn sem er að byggja einmitt. Það er að fjármagna kosningabarátuna sína. Svoleiðis að ef við förum ekki lengri í dag, við höldum áfram með þessa umræðu á morgun. Þá koma aðrir oddvitar og frambjóðendur til okkar í spjall. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma í dag að Rauðaborðinu. Það er Björn Leví, oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins í öðru sæti í Suðvesturkjördæmi, Guðmundur Hrafn, oddviti sósíalista í Norðvesturkjördæmi og með mér til að taka ykkur á beinið er Yngvi Ómar Sighvatsson frá Leigjendasamtökunum. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir og bið ykkur að kannski hlusta síðan á þættin í heild eða allavega vera með okkur á morgun, en spjalli við Rauðaborðið heldur áfram í dag, hann ekki fara langt. Pétri Fjellsteð, tæknimanni, þakka ég fyrir að senda okkur til ykkar og takk fyrir í dag. Það er komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það komið þið sæl. Í gær talaði ég hér við Unni Rán Reynisdóttur sem er í fyrsta sæti fyrir sósíalista í Suðurkjördæmi og meðan hún var að tala og eftir að við hættum hér að þá fór ég að hugsa að hvað manneskjur hún á bara brýnt erindi innan Alþingi. Alveg frjáls, engum hagsmunasamtökum bundin og einn eða annan hátt. Þannig að ég vona sunnlendingar bara séu sammála mér. En núna eru komin úr í fjölmennasta kjördæmið, suðvestur eða Kragan. Kragan gáði ekki vel við pressin.
það var einmitt verið að grínast með það, þetta settur prestin í kragan, það þótti við hæfi. Já. En ég held að það hafi nú ekki verið út af störfum mínum sem ég var settur í þetta kjördæmi, heldur vegna hafnfirsks uppruna míns. Já. En fyrir þau sem ekki vita, því við erum ekki með nöfnin á skjánum, kannski eitthvað sem veit ekki að Já, ég kynna mig sem sagt. Já, ég get gert það. Já. Sér að Davíð Þór Jónsson, þú er náttúrulega þjóðþekktur maður. Það er víst. Já. En sem sagt, það er ekki út af starfinu sem sóknarprestur sem þú ert að gera kost á þér, heldur? Ég var svolítið í fjölmiðlum á mínum yngri árum og reyndar get ég séð það svolítið á því hvort að fólk þekkir mig eða af hverju það þekkir mig, hver gamalt það er. Til þessi kjósendur sem eru 20-25 ára, þeir þekkja mig sem rödd Svamps Sveinssonar, rödd Sigmars í teiknimyndunum Svamp Sveinsson. Já. Það er að lesa inn á teiknimyndir? Ég var að því tíma og það er verið að sýna þér ennþá þessar teiknimyndir sem ég las inn á, þannig að það er mjög margir sem þekkja röddin í mér, hafi ekki hugmynd það að áður en það gerðist var ég í showbusiness í 13 ára, fyrir áður en það var ég í útvarpi og sjónvarpi og dagblöðum og tímaritum og öllum tegundum fjölmiðla ég tók mér sem sagt 13 ára námsleyfi frá guðfræðinni og fór í showbusiness og fekk nóg af því og fór eftir í guðfræðinni. En það er svolítið munur á guðfræðinni og showbusinessinu svo varst. Já, það er Þú voru svolítið svona kaldi kallar, þú og Steinn Ármann. Já, ég meina við vorum gaggjert og vísvitandi að rugga bátum, að ögra og ganga fram af. Það var bara það sem við lögðum upp með að það var bara okkar þing að ganga fram af og ögra. En ekki eitthvað meining eða hugsun? Nei, við erum, ef þú þekktur okkur, við erum soddan ljúfmenni og öðlingar, þú veist, við bara lékum hlutverk, kannski sem við byggðum á ákveðnum skuggahliðum okkar eigin persóna en einhverja síður hlutverk. Í dag myndi mikið af þessu ekki halda vatni, það er ekkert vel séð og okkur er þið sennilega slaufað mjög hratt og öruglega, ef við værum að bjóða upp þetta í dag, en á þessum tíma fyrir 30 árum eða þar bil að þar var fólk í dag fattar ekki alveg hvað mín kynslóð Það tala ekki þín ólst upp við mikla bælingu. Það mátti ekki tala hlutina og það var svo skýr fyrirmælum það hvernig mátti haga sér og hvað mátti segja að fólk bara nánast fekk fyrir hjartað ef einhver fór yfir strikið. Þannig að það sem við gerðum var bara, tilgangurinn með radíusbræðunum var að fara yfir strikið og það kallaði á hlátur og við og gerði það, þetta tókst ég veit ekki hvort það yrði hlegið endilega að þessu í dag en það þarf þess ekki en ég held að þess hafi þurft á sínum tíma að hrista upp þessu og eins og allar byltingar gera það er ganga of langt og svo leitaði jafnvægis að og við fundum þetta ekkert upp, ég meina það var bylgja, ef þú skoðar það sem amerískir uppistandarar voru að gera á þessum tíma, okkar fyrirmyndir Eddie Murphy kannski stærsta nafnið í rótúrnum sínum, Rodney Rood, Billy Connolly, aðrir sem ég geti nefnt sem sem við tókum okkur til fyrirmyndar, allir á þessari línu og Eddie Murphy hefur sjálfur sagt hann get ekki hort á rótúrin sin lengur að því hann skammir sín svo mikið og sem betur fer eru nú ekki til neinn myndbönd af radíuskvöldum held ég vonandi, en mig langar ekkert að sjá þau í dag. Nei, skilði mjög en þið voru líka sjónvarpi náttúrulega. Já, við náttúrulega vorum miklu fáaðri og snirtilegri og fínni í sjónvarpi Jú, við svona fórum yfir strikið þar líka en strikið þar er náttúrulega allt annar staðar. Já, einmitt. Heldur en til dæmis koma fram í veislum þar sem fólk margt orðið ölvað og ég meina ef þú auglýsir radíuskvöld 2 klukkutíma upp í stand með okkur tveim
þá ertu komin á okkar forsendum. Nákvæmlega. Þá ertu komin til að sjá okkur gera það sem við gerum. Þá erum við ekki að ryðjast inn á þig. Og það var alltaf svolítið erfitt þegar maður var að skemmta svona á einhverjum herrakvöldum eða einhverjum veislum eða engasamkvæmum, að það var enginn komin til að horfa á okkur. En á radíuskvöldum varstu komin til að horfa á okkur og þess vegna gátum við leyft okkur hluti sem við leiðum okkur ekki. Mig ekki nefna líka, þú varst ritstjóri á tímariti sem heit Bleikt og blátt, sem var svona Dono. Það var tímarit kynlíf, erótík og kynferðismál á margir söpukveljur. Það var annar svona vettvangur fyrir mig til að rugga bátum, hrista upp í samfélaginu og augra viðmiðum, sko. En þú myndir ekki vilja setjast núna niður og vera ritstjóri að saman tímariti? Nei, sko, ég tók við tímariti sem kom út 6 sinnum á ári og útgefnirinn voru að fara að hætta að gefa út af því að það seldist ekki. Það var bara bullandi tap af því. Þeir ákvaðu að gefa þessu eitt séns. Þeir réðu mig og gáðu mig bara frjálsar hendur, lyftu þessu upp og semst ég var í 50% starfi að ritstýra þessum 6 tölblöðum á ári. 4 árum síðar ég komin í 100% starf með aðstoðamann í 50% starfi við að ritstýra þessu sama tímariti sem kemur þá út 14 sinnum á ári og söluhæsta tímarit á Íslandi. Þetta bullandi success saga. Það einhverju sem atvinnulausir. Þá stóð ég upp og fór út og hætti. Og af hverju gerur það á þessum tímapunkti þegar allt gengur, það blússandi sigling og ekkert nema rífandi og bullandi success. Það var að því að ég gat þetta ekki lengur vegna minnar eigin siðferðiskenndar. Þetta of erfitt, ég þarf að kyngja of miklu, ég með of mikið óbragð upp í mér þegar ég að gera ákveðna hluti. Þetta slísi bransi og ég get ekki lengur talið sjálfur mér trúum að ég sé eini hreini dropinn í drullupollinum, sko. Nei. Börnin mín að verða kynþroska. Ég vil að þau geti verið stolt af pappa sínum. Þannig að margt spilaðin í mér var bara á þessum tímapunkti þar sem allt var í bullandi blóma í kringum mig. Fann ég að ég var mjög ósáttur við hlutverkið sem ég var að leika þarna. Ég var farin að ganga fram á sjálfum mér. Fórstu þá í halda áfram í guðfræðinni? Þá fór ég að þýða teiknimyndir og tala inn á þær. Fór af Bleik og bláu og réð mig til vinnu hjá Leikfélagi Íslands eins og þá. Svo það var ákveðin sorgarsaga í kringum það og það fekk hinn ýmsu nöfn þangað til það varð Sýrland hljóðsetning þar sem ég var yfirþýðandi og ég vann þar alveg þangað til ég hætti að drekka árið 2005. Þannig að það kannski líka spilar inn í að á þessum ferli, á þessum tíma ég hægt og rólega að verða veikar og veikar af alkoholisma, sko. Og eins og allir sem glímt hafa við alkoholisma vita að þá getur hann svona aðeins nartað í siðferðiskendir. Ég þekki það í raun, sko. En þetta hefur þá verið barnefnið svo varst það? Já. En þú klárar guðfræðina? Já, ég fer í guðfræðina aftur 2007 og tek stúdentspróf, BA-próf 2009 og held svo áfram til kandidatspróf 2014 og haustið 2014 ég vígður héraðsprestur í Austurlandsprófasdæmi og flyt austur á Eskifjörð. Þar í 2 ár, leið mjög vel og ætlaði ekkert að fara þaðan, var bara búin að koma í fyrir. Við vorum eiginlega búin að finna draumahúsið okkar á Eskifirði, vorum svona veltaði fyrir hvort við ættum að smella okkur á það. Við áttum 2 herbergja íbúð í Vesturbænum í Reykjavík og sáum fram á að við gætum selt hana, keypt stórt, fallegt gamalt einbýlishús á Eskifirði og átt afgang til að gera það upp. Þannig að en svo sá ég, þegar ég búin að vera þar í 2 ár, í raun og veru draumastarfið mitt auglýst sem við Laugarneskirkju í Reykjavík. Ég hafði fylgst með starfinu í Laugarneskirkju með mikill aðdáun
úr fjarska með því sem að Bjarni Karlsson var að gera þar, með því sem Sigurvin var að gera þar og svo þegar Kristín Þórun kemur og hælisleitenda málið stóra þegar lögreglan kom og dró hælisleitendan út úr kirkjunni. Hún lét reyna á það hvort kirkjugrið hefði einhverja merkinga á Íslandi, þannig að ég var ekki. Sem greinilega var ekki að ég sá að þetta starf var auglýst laust til umsóknar og ég hugsaði með mér þarna ekki bara umborið heldur hefði á tilfinningu að þessi beinlega vænst af prestinum í Laugarneskirkju að hann sé í fararbróti róttækrar og frjálslyndrar guðfræði á Íslandi og þess vegna var þetta svolítið draumastarfið mitt og ég sótti það og átti ekki vonaði að ég fengi það með frekar takmarkaða reynslu af prestskap virðulegt prestakall í Reykjavík í fallegu húsi og en svo fór að ég hugsaði með mér, en það ekki víst að ég fái þetta ekki nema ég sæki ekki þannig að ég lét umsókn flakka og niðurstaðan var svo að sóknarnefnd vildi endilega fá mig þarna til starfa og þar ég búin að vera í 8 ár núna með hliðum. Og nú situr hérna og nú sit ég hér. Og get ekki annað. Við spuksum fyrir framhaldsþjóðuna eða kjósendur í Kaganum að þetta brauta gengi. Já, eða ekki mér. Nei, af því að ég hef í sjálfu sér voðalega litlar pólitískar ambisjónir. Ég í draumastarfinu mínu. En ég kom hingað á félagsfund þegar Bjarni sleit eða þegar ljóst var að þing yrði rofið og það var boðið til kosninga að ég var með ákveðið samviskubit yfir því að hafa bara setið heima í stofu og fylgst með úr fjarska síðustu kosningum þegar sósíalistar voru svo grátlega nálægt í að ná inn manni af mönnum. Þannig ég kom og sagði, núna ætla ég að taka þátt og bara setið mig þar sem þið viljið hafa mig í og ég einhvern veginn var kannski að hugsa einhvað eins og að skrifa og prófa að lesa kosningaáróður eða búa til slagorð eða gangi í hús með bæklinga en eitt leiðir af öðru og einhverjum 10 dögum síðar þá er ég sendur heim að sofa á því hvort að ég treysti mér til þess að vera oddviti í suðvestur eftir að vera rætt við fjölskylduna þá einhvern veginn sem sagt fannst mér ég ekki geta brugðist trausti félagana og ég sagði já. Þannig að það þannig ég sit ekki hér í krafti minna eigin persónu heldur í krafti trausts félaga minna sem að báðu mig að taka þetta að mér og treysta mig til þess. Ég með þér á listanum, ég í heiðursætinu. Ég veit að þú ert í heiðursætinu á listanum. En ég hef heyrt í talaðis og þá talar svolítið velferð. Þú náttúrulega sem prestur, þú sérð kannski hliðar á mannlífinu sem við hinn sjáum ekki eins oft og ekki eins skýrt og þú gerir, þannig að þar er mjög margt sem við þurfum að taka til hendinni. Ég held að það hafi verið Dostojevski sem að sagði einhverju sinni það að finna til sársauka sýnir að þú ert lifandi það að finna sársauka annara sýnir að þú ert manneskja. Býttu nú í það. Ertu búin að lesa Moggann í dag? Nei, þar skrifar formaður Miðflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson langa grein innflytjendur. Og hann endar ég þarf greinilega að lesa þá grein. Það endar á því að saga okkar í 1150 ár og framtíð í veði að öll saga Íslendinga frá landnámi og framtíðin okkar í veði með það að við getum snúið fólki við á landabarón. Þetta bull. Nei, heldur það? Já, en þetta mjög stessi. Búa til ógn úr okkar minnstu bræðrum og systrum sem ekki neinni aðstöðu til þess að bera hönd fyrir höfuð sér, fólki sem í veikastri stöðu til þess að hræða atkvæðan út úr fólki. Þetta eru nokkur 100 hræður. Þetta ekki bara hverfandi lágt hlutfall af fólki sem statt á Íslandi í dag. Þetta hverfandi lágt hlutfall af útlendingum búsettum á Íslandi. Þú veist, horfum á útlendingamál í heilsinni og það eru 10.000 útlendinga búsettir og starfandi á Íslandi.
Þetta eru nokkur 100 hræður af þeim hópi sem að heita hælisleitendur eða umsækjendur alþjóðlega vernd, sem að nota rétta terminológíu. Verndarbeiðendur, skulum við kalla það. Í bara daglegu líf okkar, að þá hittum við þetta fólk. Já. Ég í næsta húsi, brauð og kó, mjög gott að taka cappuccino með mér. Og þar þarf maður að panta á ensku, ég fór þangað í gær. Ekki flóknara en það. Nei. Mér finnst það bara ekkert vandamál. Getur maður ímynda sér, ef fólk sem ekki talandi á íslensku kannski umönnunarstörfum, kannski meðal eldra fólk sem kannski ekki gott, en við eigum þá bara að setja metnað okkar í það að íslenskukennsla sé í boði. Já, við erum fyrst að losna við það að þetta fólk sé eitthvað verra en við. Við erum bara að horfast í augu við þetta fólk nauðsynlegt og í raun og veru nauðsynlegra heldur en við. Við erum í hagkerfið okkar byggir á erlendu vinnuafli. Verndarbeiðendur og flóttafólk sáralítið brot af þessu erlenda vinnuafli sem að við þurfum. Við eigum ekki að vera að fókusera á þessa litlu hópa, við eigum að greiða götu þeirra sem vilja setjast hér að og hjálpa þeim að aðlagast. Inn í því að kenna þeim íslensku svo þau verður hluti af samfélaginu. En samt mögum ekki gera mikið úr því að það fólk þurfa að fara eitthvað hraðnámskeið í íslensku. Sko, þú þarft ekkert að fara í einhver hraðnám í íslensku til þess að selja þér snúð. Nei, alls ekki. En þegar þú ert að baða gamla konu sem talar ekki orði í neinu öðru tungumáli en ensku, þá nú betra að þið getið átt einhver tjáskipti. Þannig að það fer svolítið eftir því í hvaða umhverfið þú ert. En það eigi að vera í boði fyrir þá og við erum að leggja metnað okkar í það að taka vel á móti þessu fólki. Því það hefur verið reiknað út að 30 útlendingur sem sest að á Íslandi, að hann skilar 85 milljónum í ríkiskassan í sköttum og neyslusköttum á þeim tíma sem að fyrir utan verðmæti sem að skapa með vinnunni fyrir utan þau, ég bara tala um krónur og eira þannig að það bara mjög góður business að setja pening í það að greiða fyrir og auðvelda þessa aðlögun og hjálpa þeim að kominga, hjálpa þeim að setjast hér að þú verða hluti af samfélaginu og það það hvort að framtíð íslensk samfélags í húfi Guðminn almáttugur. Sagan okkar líka. Já, náttúrulega fortíðin okkar verður bara strókuð út. Það verður bara kveikt í handritunum. Íslandssaga Jónasar frá Hriflu verður bara brend á báli. Þetta er bara bull. Ég veit það. Og Ísland hafi verið markasett sem fyrir glæpalýð, Það annað bull líka. Ég veit það svo sem ekki hvernig þetta gerist undir heimunum, ég aldrei verið þar. Við erum partur af alþjóða samningum frjálst streymi vinnuafls milli ákveðna landa. Þessi erlendi glæpalýður ekki að koma í gegnum hælisleitendakerfið, hann ekki að koma í líki flóttamanna, hann að koma í gegnum alþjóðlega samninga frjálsfræðið vinnuafls sem við getum ekkert. Já, og ferða líka bara. Kannski glæpamaður sem kemur hann allar ekkert kannski að fara að vinna, en við getum farið inn í hvaða Evrópuland sem og En þannig að ef vandamálið útlenskar glæpaklíkur sem að koma hingar og hreiðra sig, ég þekki það ekki nógu vel, en ég ætla ekki að efa að það sé einhver flugufótur fyrir slíkum fullyrðingum. Við sáum þetta hræðilega mál sem var framið þarna sem albanska mafían á Íslandi var einhvern veginn tengt við. Ég ekki að segja þetta sé ekki til staðar. Það sem ég að segja að verndarbeiðenda og flóttamannakerfið okkar ekki að hleypa þessu fólki inn í landið. Nei, einmitt. Þetta fólk innan Schengen sem að koma og við ráðum ekkert við það. Nei, okkur ber skylda til að hleypa þeim inn í landi. En auðvitað ættum við þá líka að geta við fyrst annað brot að hafa rétt til þess að vísa þeim úr landi. Það ein mikil villa í umræðinni, hún svo að ef hingað kemur útlendingur erlendur glæpamaður og hann brýtur af sér og þá bara rekan úr landi, þá vorin gósen fyrir glæpamenn því það engin refsing, bara rekn út af Íslandi allir hvort það ekkert að vera en ég var þá kannski meira að meina ég er ekki að segja þú Nei, af því að þetta eru að þeir sem eru nappaðir nú yfirleitt ekki höfuðpaurarnir, heldur oft fólk sem í mjög veikri og erfiðri stöðu og höfuðpaurarnir hafa einhver tök og ég vil þvinga til það
sósíalistaflokkurinn, hann leggur mikið upp úr mannúð og hérna við séum gott hvort annað og lifum í samfélagi þar sem ekki verður skortur og ég ólst upp við fátækt á tímabili æsku minnar og ég veit alveg hvað það er og svo lánsum að mamma vann í bakari og þá sagði þegar hún var að fara heim hérna, tæktur hún eitthvað að strákonum sko. Þannig að við eiginlega lifðum á bakari svona seinni 2 vikur í hverju mánuði sko. En sem var ágætt sko, þetta var bakari. Nei, en þetta er sko, flokkurinn er svolítið þarna. Sko ég hélt að fátækt, raunveruleg fátækt, sárafátækt á Íslandi væri bara ekki til eða væri sára lítil og þetta væri þá eitthvað sko ógæfu fólk, að þetta væri einhvað fólk með alvarleg geðræn vandamál sem væri þá óvinnufært og fíknisjúklingar einhverjir. Svo er ekki og ég stend mig að því að hafa bara orðið vinstrisinnaðri jafnt og þétt síðastliðin 10-20 ár þegar ég horfi á samfélagi kringum mig og svo þegar ég verð prestur og ég fer að kynnast því að sko ósýnilega fólkið er komið kjökrandi inn á skrifstofu til mín að grátbiðja mig að hjálpa sér að eiga fyrir mat og ég eins og ég sagði áðan ég er manneskja ég finn sársauka annarra og mér blöskrar og eitt svona tilfelli er einu tilfelli of mikið og svo sér maður tölur að það eru 10.000 börn í Reykjavík að alast upp fyrir fátækt sjáum nýlega könnun sem sýnir að tæplega 20% nýjar á barna í Reykjavík hafa farið svöng að sofa af því það var ekki til matur í samfélagi sem stjórnvöld stæra sig af því að sé eitt af þeim bestu í heimi og ég allir ekki að efast það að meðaltalið sé gott og fullt af fólki hafa það gott á Íslandi það bara segir nákvæmlega, það bara segir ekki neitt því eins og ég hef sagt áður að maður sem er annan fótinn í glóandi hrauni og hinn í klakafötu, hann hefur það meðaltali nokkuð gott þannig að hve gott þurfa þeir sem hafa það best eiginlega hafa það til þess að meðaltalið sé gott þegar þeir sem hafa það verst eru svona margir og svona bágstættir af því að sko það þarf enginn að segja mér að fólk leiki sér af því í leti og lævísi að fara til press að gera sér upp grátur til þess að biðja skítinn 15.000 kall á bónuskorti og pening sem það get ekki eitt annars staðar heldur en í bónus þetta eru þung skref það stígur þau enginn ótilneyddur umræðu af því að maður sér hvað það sko af því að fátækt er ekki bara það er ekki fyrir mat fátækt er þú sviftir fólk mannlegri reisn af því hvaða mannlega reisn er í því fólkin að þurfa að fara og einhver út í bæ til einhver sem þú hefur heyrt að hafi hjálpað einhverjum einhver tíman og grátbiðja ölmusu þú veist það bara búið að taka mannlega reisn af fólki og barn sem elst upp án mannlegra reisnar það fer ekki þarna út í samfélagið ég ætla ekki að segja að það geti ekki gerst en við getum ekki gert þá kröfu til slíks barns að það fari út í samfélagið og elski það og virði og finnist að hafa einhverjar skuldbindingar við samfélag sem aldrei hefur sýnt því annað en lítilsvirðingu og fyrirlitning Ég man eftir umræðum sko heima þetta svona félagslega aðstóð og mamma sagði alltaf í logi nei, hún vildi það ekki sko. en of stolt til að þykja ölmusu og okkur finnst líka og stolt til að láta bara af að vita þessu, það er svo mjög góð maður en svona er þetta en það er þannig fullt af þess að ég þoli ekki fátækt ég hef reynt hana, ég bara þólan ekki ég þóli ekki á meðal okkar sem fátækt fólk Sko ég er alin upp í mjög vernduðu millistéttarumhverfi í raðhúsi í Hafnarfirði en það voru ekki allir í mínum bekk til dæmis jafn hernir sumir strákar voru þarna til mjög mikill að vandræða
ég man eftir einum, amma prjónaði handa mér húfu, afi minn var hæstaréttarlögmaður og amma var fín frú í Vesturbænum í Reykjavík, hæstaréttarlögmannsfrú. Hún prjónaði handa ömmustráknum sínum ofsalega fallega húfu og fyrsta daginn sem ég með þessa húfu kemur þarna strákur sem var bara alræmdur brjálæðingur, rífur hana af mér og hendur henni í svona olíudrullupoll og stappar á henni. Og ég fer með hana heim og pabbi verður alveg brjálæður, fer heim til stráksins, bankar upp á, það bara ég man hann kom tilbaka, hann var fölur, hann var í sjokki og sagði bara, Davíð minn, þetta fólk sem þú skalt ekkert vera að vera að skipta þér af eða vera í neinum samskiptum við. Að því að fyrir hann sjokkið að koma inn á þetta heimili, sjá ástandið á því, sjá ástandið á foreldrunum, átta sig á baklandinu eða alleldur fullkomnum skorti á heilbrigðu baklandi sem þessi drengur var að díla við, gerði það verkum að hann bara hrökklaðist burt og upplifði náttúrulega sjálfur algjöran vanmátt og valdleysi gagnvart situasjóninni sem svo vont sko. Að þú veist, ekki get ég rifið drengin út úr þessum aðstæðum. Þú veist, einu sem ég get gert bara að hverfa inn í runnan eins og Homer Simpson og bara láta eins og ég hafi ekki verið og bara vita þá af því að þarna einhver menningarkimi, talandi skörun menningarheima, sem að ég vil bara, eða einhver menningarkimi sem ég vil ekki að minn menningarheimur skarist við, sko. Já. Þetta svona, heyrðu, en sko, þegar að fólk frambjóðendur að ferðinni og þeir alltaf inn á einhverja vinnustadi og eitthvað svona, þú svolítið erfið með þetta, þegar vinnustad sem kannski Hafnarfirði búa kannski, sko, vinna kannski einhverju sem úr Reykjavík sem ekki þínu kjósendur. Sko, þetta voðalega skrítið að þessi 3 kjördæmi á höfuðborgarsvæðinu eru náttúrulega ákveðin óskapnaður vegna þess að þau eiga ekkert sitt hvora hagsmunana gæta eða sitt hvora málefnin efst á baugi. Þetta eitt atvinnusvæði og í raun og veru eitt byggðarlag þó það sé klift upp í þessar einingar og það engin sko, náttúrulega eða söguleg landamæri oft á milli, þú veist, Kópavogs og Garðabæjar, það bara einhver stjórnsýsluleg lína sem dregin. Það er ekki reyn fyrir stundu hvort út í Kópavogi er ekki? Já, eða þú veist, ef þú keyrir út á Seltjarnarnes þá bara keyrir einhvers staðar á Nesveginu frá Steinisnesi og nú ertu komin í nýtt sveitafélag en þú ert bara komin ennþá vestar í Vesturbæinn. Þannig að sko, ég held að við getum ekki í raun og veru fókus á, ég í framboði Reykjavík norður og þá ætla ég ekki söður fyrir hringbraut eða söður fyrir Miklubrautina í aðdraganda kosninga af því fólk fer norður og suður yfir Miklubrautina. Og milli kjördæma bara á einni mínútu. Nákvæmlega, sko. Að fólk býr í einu kjördæmi og vinnur í hinu, sko. Og eins með suðvestur, sko. Já, sérstaklega, sko, þetta náttúrulega fjölmennasta kjördæmið. Þannig að þetta svona, hefur þá sérstöðu og flesta þingmenn þess vegna. Já, og svo það svo sundurlaust, það svo tætt. Þetta svo veist, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur og Seltjarnarnes. En svo Kjalarnesið aftur Reykjavík? Svo Kjalarnesið síðan Reykjavík norður, sko. Norður, já. Þetta voðalega skrítið og bara líka þegar svo ákvörðun var tekin að skipta Reykjavík í 2 kjördæmi og nota, sko, Miklubrautina. Frekar heldur en skiptinu 2 kjördæmi og nota til dæmis einhvað eins og Elliðaárnar. Já. Sem allir svona... Já, þú veist svona nokkur veginn fórum megin við Elliðaárnar þú býrð að því síðan þarf að leiðrétta hlutfallið þannig að sko kjördæmamörkin fara svona aðeins inn í Grafarholtið til þess að taka svona pínulitla sneið af Grafarholtinu og setja yfir í Reykjavík norður til þess að jafna það er svoleiðis, ef þú fylgir og þetta þarf að endurskoða fyrir hverja kosningar hvar er að láta kjördæmamörkin liggja núna þannig að ef þú býrð við Miklubrautina þá getur vel verið það til þess að jafna atkvæðin jafna fjöldan í sitt hvoru kjördæmi að það verið dregin einhver lína út frá Miklubraut utanum þig til þess að færa þig yfir Miklubrautina í kjördæmi þetta eins vitlaus og mest getur
verið. En hvernig hefur þetta gengið? Ég finnst þetta, sko, þetta er ekki alveg að marka, af því að maður er í þessum hverju Ísvaldan Bergmálsselli, skilur maður er hér á skrifstofun að vinna með skoðanarsyskinum og maður fer út og fólk er kurteist og almennilegt og er ekkert að segja helviti sósíalistar, eitthvað við mann, sko, þannig að maður verður ekki var við annað en bara mjög jákvæð viðbrögð og fólk er að hlusta á okkur. Og af því sem ráðið verður af skoðanakönnunum sem ég vil taka fram í tek með miklum fyrirvara, þau kannski sína í mjög grófum dráttum einhver landslag að þá fæ ég ekki betur séð en að það sé rétt skilið hjá mér að fólk sé að snúast á sveif með okkur. Sko, við erum að sjá hérna náttúrulega búið að leggja mjög mikla vinnu í þetta. Þetta er náttúrulega fyrir svona nýja flokka að vera með í öllum kjördæmum. Þetta er mikil vinna. Gríðarleg. Og gríðarlega mikil fjöldarhreyfing á bakvið þetta. Og þetta er ekki bara við oddvitarnir. Þó við lendum í því, þú veist, að verða svolítið andlit hreyfingarinnar, en þess árangur sem við erum að ná er ekki árangur sem við oddvitarnir erum að ná, heldur er árangur sem við sem hreyfing erum að ná saman. En þú ert ekki búin að vera í einhverju sjónvarpið þar sem að þið oddvitarnir hafi allir komið saman? Ekki alveg allir oddvitarnir. Ég var í þætti hjá RÚV á mánudaginn var í Ríkissjónvarpinu, þar sem að oddvitar flestra flokka voru í kjördæminu. Að vísu mætti Þorgerður Katrín ekki og Bjarni Ben ekki, heldur sendu varamenn fyrir sig. Þannig að ég veit ekki, þau hafa sjálfsagt haft góða ástæði til þess, ég ætla ekki að segja það, og það er náttúrulega líka flokkar þurfa kannski að sína, flokkar sem eru berjast við að ná kannski öðrum eða þriðja manni á lista inn, þurfa kannski að sína þá og leyfa þeim að skína líka, sko. En jú, og mér fannst, en gallin við þessar umræður, þar sem að eru fulltrúar allra flokka og allir eiga að fá jafn mikinn tíma, er sko, hér er spurðst viðamikillar spurningar þær breytingar sem þú vilt gera á fjáröflun ríkissjóðs og þú hefur 30 sekúndur nú. Þannig hvernig ætlar að svara þessari spurning? Þú veist, það endar með því að þú veist, ok, og nú eru allir leiðtogarnir að gemma slagorð í 30 sekúndur og hinn á þessa málaflokka. Þannig að ég sakna þess svolítið í fjölmiðlaumfjölluninni, það hafa verið ánægjulegar undantekningar frá því, þar sem að hefur bara verið valdir fáir einstaklingar, þar sem hefur náðst einhvað samtal og þar sem að maður hefur fengið tíma og rými til þess að útskýra og fara aðeins í sauman á hlutunum en ekki bara að útlista einhvað í grófum dráttum. En þú varst á Vís í dag? Já, það var mjög ánægilegt. Þú voru ekki bara 4? Við vorum bara 4 og mér fannst við alveg bæði ná að tala saman af hreinskilni og virðingu en leið að skýra þokkalega vel okkar áhersluatriði og hvað greinir þessa 4 flokka að sem þar voru, sko. En það er sko í þínu kjördæmi eða okkar kjördæmi þar eru náttúrulega svona foringjar, það er Bjarni, það er Þorgerður Katrín og svo náttúrulega Bergþór Ólason og náttúrulega Arnar Þór Jónsson sem er formaður flokksins og Guðmundur Ingi Kristinsson sem er mjög áberandi og þannig að þetta er svona Willum, Káringurinn, en þetta er svona þungavíkt að kjördæmi, og Alma Möller þetta er svona kanonur sem þú situr hérna með einhverju undirmálsfólki í pólitík. Sko ég held nefnilega að í þessu tali frægðarvæðinguna svokölluðu að þá horfir fólk ekki alveg á það hvað íslenski stjórnmálamenn eru intimiderandi. Að þú veist, fyrir nýliða að ætla að fara í þessa þungavíktarmenn, atvinnumenn í pólitík, þau reynda pólitíska slagsmálahunda, hafa gert þetta milljón sinnum áður og kunni þetta aftur og baka áfram, ætla að koma bara út af götu
og reyna að standa upp í hárin á þeim, það var bara uppskrift að opinberri niðurlægingu fyrir hvern sem þannig að ég held að það sé ekki á nokkurn mannleggjandi og ég skil það mjög að fólk sé hrætt við þetta ef það hefur ekki komið sér upp einhverju ákveðinni fjölmiðla reynslu að fólk sé ekki sviðsvand, að fólk sé ekki vant því að standa fyrir framan fólk og tala, af því að ef að það eitthvað nýtt fyrir þeir í þessari situasjón þá ertu ekki að fara að standa þig vel þannig að Þú er mjög reyndur en hvaða fólk það sem að hefur þennan bakgrunn það fólk sem á það sameiginlegt að vera það sem kallað frægt skilurðu, þannig að þetta ekki frægðarvæðing stjórnmála, þetta bara við erum að leita fólki sem að getur þetta sem vant þessu og það voðalega erfitt að finna mannesku sem að kann þetta og þessu sem að hefur ekki á einhverjum sem ekki það sem við köllum frægur þannig að hvort sem það prestur eða leikari eða landlæknir eða yfirlögregluþjónn einhver sem vanur að standa fyrir svona myndavél og tjá sig og lætur það ekki slás út af lagin það nú held ég ástæðan fyrir þessari myndu frægðarvæðingu að þú veist fólkið sem þorir í þessa hákalla fólk sem hefur gert þetta áður ég held það er náttúrulega fyrir ykkur sem sem óvanur og verður bara stressaður og svitna sem bara svo eðlileg viðbrögð og svo gleymir öllu sem það ætlaði að segja sko. Ég hef alveg verið þar ég hef ekki viljað vera í þeim sporum sem ég í núna í síðustu eða þar síðustu kosningum sko. Réttum tími við ætlum segja þetta bara gott við ætlum að tala svona meira út frá stefnuskránni við kærum það bara óbeinan átt töluðum réttlætiskenndina og samkenndina og það sem stór mál sko, og ef við að tala sósíalisma þá þessi tvö hugtök eiginlega í mínum huga það sem kjarnar sósíalisman samkennd, réttlætiskend það fínt við höldum henni Davíð, þakka þér fyrir Takk fyrir spjalli leiðu þakka Davíð Þór Jónssoni fyrir að setja hérna með mér þá erum við líka ljúka þættinum í kvöld Rauðaborðið að kveðja sinni verður aftur náttúrulega morgun en rulluna hans Gunnar Smára sem að fer með alltaf í lok þar þáttar sem hann stýrir ég kann hann ekki utan en þið kannski hafið heyrt hana jafnvel oftar en ég kannski en sem sagt Rauðaborðið kveður að sinni og aftur fullu þáttur á morgun sæl að sinni Segðu það á Samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.